Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sælblessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 5. júní. Á miðvikudaginn eru þau tíðindi í þinginu að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, lýsti því yfir að hún væri hætt afskiptum af pólitík allavega úr sölum Alþingis. Ég ætla að ræða við hana hér á eftir það hvað tekur við og hvað olli því að hún tekur þessa ákvörðun nú þegar hún nýkomin heim úr námi frá Bandaríkjunum. En pólitíkin heldur áfram sinni göngu hvað sem líður þessari ákvörðun Áslaugar og við höfum verið að fjalla hér á síðustu vikum Evrópumálin. Við munum ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi og segja ríkisstjórninni til það hvort að við viljum halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið til streitu. Við slitum þeim viðræðum árið 2012 en núna gæti komið að því að við hefjum þann leiðangur að nýju. Í sambandi við þá umræðu alla hefur fjármálaráðuneytið kallað eftir skýrslu sem nú hefur verið birt og nokkuð hafari hefur skapast í kringum. Ekki síst í kjölfar þess að fjármálaráðuneytið birti frétt á heimasíðu sinni þegar skýrslan var gerð opinber. Þar fullyrt að ábatinn af krónunni sé líklega minni heldur en kostnaðurinn af henni og í þessari skýrslu sem telur á 300 síður og á ensku hafa menn verið að leita dyrum og dyngjum að greiningu á þessari fullyrðingu. Það er að segja hvort að hagfræðingarnir sem að skýrslunni stóðu hafi látið greina eða greint sjálfir hvort að þessi fullyrðing stæði skoðun. Ekkert í skýrslunni staðfestir það. En samt hafa fjölmiðlar bæði hér heima á Ísland og erlendis gripið þetta á lofti fréttatilkynninguna sjálfa og að einhverju leyti skýrsluna sjálfa og þar hefur verið fullyrt að ábatinn sé sennilega minni en engin. Þetta er ekki gott mál og eykur á upplýsingaóreiðuna sem að almenningur stendur frammi fyrir nú í aðdraganda þess að við tökum þessa ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þessi víða stað í opinberri umræðu. Mér langaði til þess að drepa fætinn niður í umræðu í Silfrinu á Ríkissjónvarpinu nú á mánudagskvöldið þar sem Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, lagði orðið í belg. Sjáið þið hvað hann hafði stöðu íslenska hagkerfisins og nýsköpun að segja. Og ef við tökum bara nýsköpun og ný fyrirtæki að þá eru þau, það er svo erfitt að reikna þau í raun jafnvel mjög góðar og áhugaverðar hugmyndir sem fengju flug ef það væri lægri vextir. Gengur vel með nýsköpun í Evrópusambandinu. En þetta það var nú bara Kerecis var nú bara að flytja til Danmerkur sem nú bara eitt glæsilegasta nýja nýsköpunarfyrirtækið okkar þannig að eitthvað Kerecis var keypt af erlendu fyrirtæki. Já, í Evrópusambandinu. Og fjölmörg nýsköpunarfyrirtæki flytja til annarra landa, ekki hvað síst Sviss. Þess að nú ertu enn og aftur að sanna það að þegar maður talar þetta að venjulega fjölskyldur á Íslandi sem skulda 40 milljónir. Þetta er athyglisverð orðaskipti á milli Sigmundar Davíðs og Dags B. Eggertssonar. Kerecis fluttu þetta ekki til Danmerkur. Kerecis enn starfrækt á Ísafirði og í Reykjavík og framleiðir sáraróð sem að breyta heiminum. Hins vegar það rétt að danska fyrirtæki Coloplast keypti Kerecis fyrir nærri 180 milljarða króna og það einhver mesta og stærsta sala sem íslenskt fyrirtæki hefur gengið í gegnum í sögunni. Það verður að segjast eins og að þessi ummæli Dags eru vítaverð enda hefur það ekkert með vaxtastig á Íslandi að gera að þetta fyrirtæki skyldi ganga kaupum og sölum með þessum hætti. Og það er ljótur leikur þegar fullyrt í eyru almennings að hlutir séu með öðrum hætti en þeir raunverulega eru. Það verður að hvetja stjórnmálamennina í landinu til þess að halda sig við staðreyndir og hætta að reyna að slá ryki í augu fólks með ódýrum yfirlýsingum af þessu tagi. Ef Dagur hefur áhyggjur af því að íslensk fyrirtæki séu seld til útlanda og þar má nefna fyrirtæki eins og Össur og Marel, ekki síður en Kerecis, þá verður það að skoðast í ljósi þeirrar hörðu gagnrýni sem hann hefur haft uppi útgerðin á Íslandi. Hann sér ofsjónum yfir því að íslensk útgerðarfyrirtæki eigi 130 milljarða bundna í fyrirtækjum í óskyldum rekstri. Ef að fyrirtæki sem skila hagnaði á Íslandi mega ekki kaupa önnur fyrirtæki, þá ljós hver niðurstaðan verður. Þá munu íslensk fyrirtæki verða seld til útlanda þegar kauptækifæri gefast á erlendum mörkuðum.
Þetta eins einfalt og það hugsast getur. En mér langar til þess að taka umræðuna Evrópusambandið aðeins áfram og aðeins út frá silfurstættinum á mánudagskvöldi sem að ég minntist á hér áðan. Mér langar til að sýna ykkur hér ummæli frá Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, sem að lagði orðið belg þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að halda sig við 29. ágúst sem daginn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og mér langar að segja hvað það gleðilegt að við skulum núna eiga fram undan heilt sumar þar sem við fáum að rökræða og að ræða framtíðarsýn fyrir íslenskt samfélag. Já, ég verð að taka undir það hjá ráðherranum að það gleðilegt að við skulum eiga þessa umræðu framundan. Hins vegar var það gagnrýnt að þjóðaratkvæðagreiðsla skyldi sett þennan dag 29. ágúst þegar flestir eru enn að koma sér úr sumarleyfi skírnum og reyndar ríkissjónvarpið. Það tekur sér alltaf frí frá opinberri umræðu af þessu tagi við sumartíman og það eitt af því sem við höfum áhyggjur af. Þess vegna ætlum við að hafa spursmál í gangi hér í allt sumar. Við förum venjulegi sumarleyfi eins og aðrir þættir þessum toga en við teljum nauðsynlegt að efna til umræðu áfram og alveg fram að atkvæðagreiðslunni. Sjáið hvað Valgeir Örn Ragnarsson, einn af stjórnendum Silfursins, hafði það mál að segja í lok þáttarins. Þetta orðið gott í kvöld. Takk öll kærlega fyrir að koma í Silfrið og ræða þessi mál. Sigríður Hagalín Björnsdóttir verður hér í næstu viku með síðasta þáttinn fyrir sumarfrí. Verið sæl. Íslenska þjóðin stendur sem sagt frammi fyrir einni stærstu ákvörðun sem hún hefur gert í ár eða áratugi, allavega frá því að kosið var Icesave samningan á sínu tíma. Þrátt fyrir það ætlar ríkissjónvarpið að sitja fast við sinn keip í þessum málum. Það ætlar að fara í sumarfrí með eina þáttinn á ríkissjónvarpinu sjálfu sem fjallar mál af þessu tagi af nokkurri dýpt. Þetta ábyrgðarleysi svo ekki sé dýpra í árinni tekið og vonandi þessi ákvörðun verði endurskoðuð, ekki síst í ljósi þess að stjórnendur þáttarins eru 3. Það var hægt að koma öllum í veglegt og gott sumarleyfi en samt haldið þættinum gangandi. Það verður líka skoðst í ljósi þess að ríkissjónvarpið hefur 9 milljarða á milli handan á ári hverju til þess að halda út í sínu útsendingastarfi. Þeim engin vorkunn af því að viðhalda lýðræðislegri umræðu núna þegar mest á ríður. Eins og ég segi, við ætlum að gera það hér á þessum vettvangi og í lok þáttarins ætla ég að ræða við þær Lilju Dögg Alfreðsdóttur, formann Framsóknarflokksins og Dagbjörtu Hákonardóttur sem þingmaður Samfylkingarinnar. Hún situr í utanríkismálanefnd fyrir hönd Samfylkingarinnar. Það ætla að ræða Evrópumálin. Áður en að því kemur ræði ég við Áslaugu Örn eins og ég sagði og undan því fer ég við fréttir vikunar með Hermanni Nökkva Gunnarsinni, blaðamann á Morgunblaðinu og Hlédísi Maríni Guðmundsdóttur sem nýr varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Þau ætla að fara yfir margar fréttir sem við höfum verið að fjalla á síðu Morgunblaðsins á síðustu dögum eða áður en að því kemur þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir að fara yfir það hvernig stjórnmálin blasa við okkur á samfélagsmiðlunum. Fylgist þið með því. Vikurnar líða hjá á ógnarhraða og sumarið verður sennilega bara búið áður en það byrjar. Eða það allavega svona tilfinningin, sko. Já, en það svo sem skiptir engu máli því að Simmi Dabbi, hann krúttaði svo verulega yfir sig í vikunni að krúttmómenti var bara bjartara en sumarið og sólin til samans. Æjá, maður veit bara ekki hvort þeirra meira krútt, voffalingurinn eða Simmi Dabbi. Rósa Guðbjarts fekk sér líka lítinn krúttlegan hund á dögunum sem hefur fengið nafni Blæja. Jesús minn eini sanni, ég krúttast bara allan líkamann. Sjá hvað hún sæt. Æi. En ég held að þessi loðdýrahamingja sé öll Ingu Sæland að þakka. Það var náttúrulega hún sem kom ferfætlingafrumvarpinu í gegn í fyrra. Og ég skal bara taka það af mér að segja takk elsku Inga fyrir hönd mín og Simma Dabba og Rósu og allra hinna. Snúli Másson hefur ekki átt 7 dagana sæla undanfarið. Litla eineltið sem maðurinn hefur orðið fyrir í beinni útsendingu bara. Jesus, í alvöru. En í vikunni réðist einhver rumpulýður inn á þingpalla Alþingis og trufluðu aumingja Snúlla í miðri ræðu. I mean, how low can you go, sko? Greyið Snúlli. Hildur fucking Björns tók við lyklunum að Ráðhúsinu í vikunni og því formlega orðin borgarstjóri í Reykjavík. Sorry. Þetta hljóma bara svo vel. Svona næstíð eins og Helgi fucking Björns. En ég meina þú messar ekkert í Hildi, sko. Nú verður Reykjavíkurborg bara blómlegri sem aldrei fyrr. Woohoo! Sanna Magdalena og vinir hennar í vinstrinu standa sko líka vaktina í borginni en fyrsti borgarstjórnarfundur nýs kjörtímabils fór fram í byrjun þessara viku og maður verður eiginlega bara að segja eins og þetta alveg þokkalega þrautseigt fólk þarna á ferð. Still staying strong, sko, vinstri á vaktinni.
Pavel fyrrum sjálfukóngur rifjaði upp gamla takta og tók borgarstjóra sjálfu með Hildi fokking Björns. Sjáu hvað þau eru sjúklega sætt saman, hann hefur engu gleymt. En núverandi frontkamerukóngur heldur áfram að fara í matvörubúðina og elda góðan kvöldverð og deila svo afrakstrinu með okkur hinnum með þetta. Ég ætla bara að spyrja, hreint út, ég veit að margir að pæla í þessu, en hvar panta maður svona eiginmann? Það er sko engin Temu gæði í þessu eintaki, sko. Hei! Vá, hvað ég var búin að sakna þess að sjá Jenna kenna, Jesús! Ég bara veit ekki alveg hvort að ég sé með svona háan líkamshita eða hann. Fjúfi. En hérna er hann að kenna okkur að aðild að ESB og svona upptaka á evru og eitthvað, að það er ekki gott. Þrátt fyrir að Pavel segi annað. Oh my gosh, maður bara togast í báðar áttir, sko. Hverju má maður eiginlega trúa, já eða nei? Dagur Borgarlína Eggertsson, yes, já! Ég loksins búin að finna út í hvað bjöð í nafninu hann stendur fyrir. Anyway, Dagur er hann mega peppir Borgarlínu framkvæmdum og er ekkert eðlilega ánægður með allar þessar stórvirku vinnuvélar og himinháu beltisgröfur sem eru farnar að preppa Borgarlínu fjörið. Diljá mist lind ekki látum fyrir henni tókst að grafa jafnlaunavottunina góðu undir græna torfu. En það tókst henni mitt í vikunni, litla frekjuraskætinu. Svo núna getur hún bara borið ábyrgð á því að Gunna fái minni laun en Jón og allt þetta. Nei, ég er að djóka. Það mun örugglega enginn finna fyrir andláti jafnlaunavottunarinnar. Er það nokkuð? Halla Hrund og hennar heittelskaði fögnuðu 12 ára brúðkaupsafmæli á dögunum. Jehey! Lukkan sú! Til hamingju með ástina, kæru hjón. Þið gefið okkur hinum svo sannarlega von að raunveruleg ást sé fyrirbæri sem að er til. Þrátt fyrir allt og allt, sko. Takk fyrir ykkur. Gummari gerði vel við miðjubarnið sitt í vikunni sem fagnaði fyrsta tuga afmælinu. Að því tilefni var bara lagt land undir fót og skellt sér til Englands til að sjá Manchester City leik og bara svona eins og maður gerir þegar barnið manns á 10 ára afmæli. En krakkin átti þetta nú alveg skilið. Stóð sér líka svo vel í samræmdu prófunum í skólanum en einkunnirnar bárust nefnilega pappanum að sjálfsögðu á stafrænan hátt í gegnum Ísland.is sem reyndar lá niðri dágóða stund þennan dag því að það náttúrulega nefndu allt í einu allir foreldrar grunnskólabarna að vera foreldrar og langaði svona til að skoða hvernig þessum krakkaraskötum hefði nú gengið með tilheyrandi álagi á Ísland.is. Þetta er allt alveg æðislegt. Bryndís Haralds hélt surprise party fyrir mömmu sína sem settist í helgan stein á dögunum og vann sinn síðasta dag sem ljósmóðir á fæðingardeildinni á Akranesi. En sko, mammina Bryndísar, hún hefur nefnilega tekið á móti cirka skrilljón Íslendingum síðustu áratugina. How cute is that? Maður bara spyr sig. Kristrún Frosta deildi þessari glæsilegu mynd af sér og var tilefnið algjörlega ærið. Við myndina skrifa hún alveg heillangan status bakkakotsmálið svo kallaða sem hún segir einmitt hafa haft hvað mest áhrif á sig í forsætisráðherradjobbinu. Já, það er svo sem ekkert skrítið. Vikan endaði á alveg massa dramatískan hátt í þinginu og þó víðar væri leitað. Áslaug Arna ákvað að láta af þingmennsku leið og þjóðin hafði endurheimt hana frá Tröpparalandinu. Bye, elsku Áslaug Arna. Við höfum eftir að sakna þín í alvöru. You go girl, bye. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsón við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Við þökkum Ásthildi fyrir hennar innlegg í pólitíska umræðu sem á sér stað í meira og meira mæli á vettvangi samfélagsmiðlana. Nú ætlum við að fara inn á vettvang dagsins, stóru fréttir vikunnar. Hingað eru við komin Hermann Nökkvi Gunnarsson sem er blaðamaður hér á Morgunblaðinu hjá okkur og Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem er nýjasti varaborgarfulltrúinn í Reykjavík fyrir Miðflokkinn. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir boðið. Til hamingju með nýja verkefnið. Kæra þakkir. Hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Já. Það byrjar vel, góð stemning í Ráðhúsinu. Já. Ég hef ekki samanburðinn en fólk sem hefur verið þarna lengur talar svona góðan anda. Þú hefði helst viljað vera í meirihluta, það ekki?
Jú, auðvitað og það skrítin staða að vera svona málefnalega samstiga en í minnihluta. Þannig að við eigum meira sameiginlegt með meirihluta heldur en minnihluta. En við auðvitað bara allavega, ég svona prinsipástæðum bara mun kjósa eftir eigin sannfæringu og ég að vonast til þess að við getum komið góðum og þörfum málum í gegn og að það verði líka bara stuðningur meirihlutans við það sem að við viljum koma í gegn og framfæri, já. Áhugaverð staði á miðflokknum auðvitað fá fína kosningu sem setjunarkosningum, eru með kjörna fulltrúa í talsvert mörgum sveitafélögum, eru bara í meirihluta á einu stað. Þannig að þetta svona eflaust svolítið skrítin tilfinning hjá okkur miðflokknum núna eftir á. Þeir eru einhvern veginn að fagna sigri en kannski komist ekki að í meirihlutum jafnmörgum stöðum eða óskað. Já, þetta svona pálminn í höndum kerfisflokkana og já, ég veit ekki, ég meina þetta er þetta sérstakt og það má alveg deila það sko hver vilji kjósenda hafi verið og svona hvað hefði verið eðlilegast í þessu en við munum bara vinna öflugt starf og veita meirihlutunum aðhald víða landið. Þú nefnir miðflokkin og meirihlutasamstarf, það í Reykjanesbæ. Þú hafði nú nokkuð að þeim hlutum að segja, Hermann, þú varst kosningastjóri Vilhjálms Árnasonar sem vann stórsigur þarna núna í kosningunum og ástæða til að óska þér og þeim til hamingju með þann árangur. Já, þakka þér fyrir það. Þetta var líflegt verkefni, líflegt og skemmtilegt og þarna... Það stór sér á þér? Það stór sér á mér, já, þetta tekur svolítið á, þetta er 200% vinna en þarna... Nei, bara margt áhugavert og áhugavert hvað tókst líka bara svolítið hratt til. Þetta eru meirihluti myndaðar 4 dögum eftir kosningar. Svo sem kannski lá beinast við hvað myndi gerast. Það var þetta meirihluti feldur og þeir sem var mikill málefnalegu samhljómur á miðflokknum og sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað fær þarna út í 40% og miðflokkurinn rúmlega 11% og þarna eru með 6 manna meirihluta núna. Þið spyndu fast með fótum varðandi útlendingamálin og hælisleitendurna sem hafa haft mikil áhrif eða reynt á þanþol samfélagsins í Reykjanesbæ. Vilhjálmur kemur mjög ákveðið fram eftir að hann tekur við sem bæjarstjóri og lýsir því bara yfir að nú verði strik dregið í sandinn. Einhverju hefði haldið og sennilega fyrir einhverjum missurum síðan hefði allt orðið kolvitlaust í samfélagið út af þessu en þetta virtist ekki hreyfa við nokkrum einasta manni? Nei, ég held að sko yfirgnæfandi meirihluti bæjarbúa þá erum við að tala þú sko, jafnvel vinstrimenn á því að það gengi allt of langt þarna. Það veist, ég menna þegar að vest á lét voru samanlagt eitthvað 1400 hælisleitendur og flóttamenn þarna. Það ekki þannig akkurat í dag en það þetta eru hælisleitendamálin, þetta eru flóttamannamálin, þetta er líka bara auðvitað svolítið fjölbreytt samfélag yfir höfuð. Ég held að 35% af íbúðum sé af erlendu bergi og maður fann það alveg í þessari baráttu að þó að kannski útlendingamál séu almennt ekki sveitarstjórnarmál, ekki þannig umræðin að þetta var bara eitt af 3 stærstu málunum sem maður fann fyrir hjá kjósendum. Bara mjög margir voru að kjósa út frá því hvernig átti að tækla hælisleitendamálin. Auðvitað bara vist mikið sem sveitarfélagi getur gert. Náttúrulega ríkið spilast stærsta þáttinn en það skiptir máli hvernig sveitarstjórnarmenn koma fram. Ef að fólki líður eins og það sé allt í ólestri í þessu málaflokki og þeim líður eins og að bæjarfulltrúar eða bæjarstjóri þor ekki að adressa þetta vandamál, sé ekki með hagsmunagæslu fyrir hönd sveitarfélagsins gagnvart ríkinu þegar að ríkið ákveður að taka kannski heilu blokkirnar á leigu og setja þar inn bara unga karlmenn og fylla þar af flóttamönnum. Þá þetta fyrir fólk að spyrja sig, getur sveitarfélagi gert eitthvað meira? Getur það ekki mætt á fundið þetta með ráðuneytinu? Getur það ekki opinberlega, ef þessi fundið skil ekki, getur það ekki bara opinberlega gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir hvernig það kemur fram? Ég held að sjáu það bara í þessari retórík fyrstu dagarna og muni sjá það verður held ég spynt mjög fast við hóttum gagnvart ríkinu. Já, mér langar líka bara að koma inn á þetta er svolítið áhugavert, við látum eins og útlendingamálin sé eitthvað svona hægri að vinstri, þetta hvorki hægri né vinstri, þetta fjallar bara burðarþol kerfan okkar samfélagsins, hverjir innviðirnir eru, hvaða þjónustur eru að veita og það auðvitað hefur mikið með sveitarfélagin að gera og við veitum að þessi málaflokkur, hann misþungur milli sveitarfélagana, þannig að það eitthvað sem það hagsmunagæsla og það þarf að tala það. Allra mest í þunginu þetta hefur verið í Reykjanesbæ. Já, en það er bara svolítið nefna, þetta eru ekki bara innviðirnir og allt það, þetta er líka bara, ég held að fólk kunni ekki að meta þegar sér of mikla samfélagslega breytingar, kann ekki að meta það þegar það heyri sögur af því að skólastjórnendur sé að funda með foreldri sem eru ósáttir yfir því að þessu konur að kenna börnunum þeirra, sko. Ég held að fólki misbyggðu þetta líka alveg jafn mikið og að misbyggðu bara hvað kostnaðurinn af þessu er. Það er alveg rétt. Ég var að horfa á Lögin hans Bubba í gær sem eru frábæri þættir. En það þarf bara að horfa á þessa þætti sko, til þess að skilja hversu miklar og afgerandi lýðfræðilega breytingar hafa átt sér stað á mjög stuttum tíma. Því þarna erum við að sjá bara sviðsmyndir frá því
bara nokkra áratugi aftur og við sjáum mjög ólíkt samfélag. Auðvitað skynja þetta allir. Fólk vill fá að ræða þetta og vill fá að ræða þetta án þess að vera sakað að, þú veist, að hafa einhverjar annarlegar ástæður fyrir því að vera fordómafullt eða illt eða eitthvað svoleiðis. Það hefur verið erfitt, en nú umræðan að breytast. Eitt af því sem við sjáum gerast með nýju meirihluta í borginni að hryðjuverkafáninn palestínski, hann bara dreginn niður. Úkraínski fáninn líka dreginn niður og íslenski fáninn bara dreginn upp. Og það virðist ekki valda þeim usla sem að margir töldu, en þetta eitthvað sem að maður hefði haldið að, maður hefði bara séð fjöldamótmæli fyrir utan þinghús eða ráðhúsi fyrir örfáum mánuðum síðan. Já, ég meina íslenski fáninn sameiningatákn okkar og þetta verður auðvitað mjög sérstakt, sko, maður getur talað Magga Stína kallar þetta reynda rasista fána, sko, þannig að það ekki allir sameinaðir undir þessum grunn fána. Já, þú veist, og ég held að hún þurfi bara að gera það upp við sjálfa sig af hverju hún telur að svo sé. Mér finnst þetta að vera óbærslega skrítin hugsun, en fólk á bara rétt á sínum skoðunum. En sko, borgríkið Reykjavík sem rekur sína eigin utanríkisþjónustu, ég meina Alþingi styður við málstað Úkraínu, en flaggar ekki fánum. Við verðum bara að spyrja, sko, hvert hlutverk sveitafélagsins. Þetta ekki bara dygðarskreitingar? Þetta er dygðarflöggun, bókstaflega. Já, það sem hefur ekki verið rætt, sko, hver kostnaðurinn það kostar nefnilega rosa mikið að draga þess að fána að húni. Þetta er ekki eitthvað sem ég áttaði mig beint á fyrir en að ég sótti þarna námskeið sem nýr varaborgarfulltrúi. Það eru netárásir sem að dynja á borgina á netkerfi borgarinnar hverjum einsta degi, sérstaklega þegar svona fánar eru dregnir á húni. Þú ert að vísa það í úkraínska fánun og Rússland þá? Já, það hefur verið og þegar borgin sagði upp Rapid út af Ísraels tengslum þar þá var einhver stærsta netárás sem að Íslensk stjórnsýsla hefur mátt þola og sko borgin þarf að gera sérstakar öryggisráðstafanir þegar fánarnir eru dregnir upp. Það Ísraelar sem að gera þær árásir? Sko það talið já, það hafi verið þarna en svo þetta bara, þú veist, kannski ekkert alltaf ljós nákvæmlega hver að gera þetta. En þessar pólitísku yfirlýsingar hafa kostnað sem við erum kannski ekki alltaf meðvituð og við verðum að meta ávinningin, sko, hver hann er. Ég tel að við getum sýnt samstöðu með fólki án þess að taka afstöðu í svona flóknum deilumálum erlendis. En þetta bara áhugavert því að flöggun Palestínufánans bara gagngert þetta dygðaflöggun, þetta líka bara augljósa afleiðingar að þú ert einhvern veginn að kljúfa fólk í tvær fylkingar þarna í borginni. Íslenski fáninn almennt, þó að sé til einar eða tvær möggustínur á landinu, þá almennt held ég að allir kunna meta íslenska fánan. Það er ekkert eðlilegra heldur en þú mætir hérna í höfuðborg allra landsmanna þar sé íslenski fáninn og ég held reyndar að við munum sjá mun fleiri staði gera þetta. Þetta var Reykjanesbær held ég á undan Reykjavíkurborg að flagga íslenska fánanum, það var eitt af kosningaloforunum þar og var efnt á fyrsta degi og ég held að muni sjá þetta víðar. Ég hef mjög gaman að sjá eftir að fánalögunum var breytt daginn á þingi að þá hefur maður tekið eftir að þegar maður keyrir hverfi í Reykjanesbær allan og maður hefur heyrt sögur á þessu annars staðar á landinu að fólk núna farið að flagga íslenska fánanum bara á verðmjöðu þriðjudegi. Það lítur að því að þú þarft ekki að taka niður á miðnætti eða við sólarlag frá 15. mæ til 15. september? 15. september eða einhvern tíman í ágúst, ég man ekki hvað það var, en allavega yfir sumartíman, þá getur við verið með hann uppi, allan sólarhringinn og maður sér það svona aðeins þegar þú gerir það auðveldara fyrir fólk að flagga fánum, þá eiginlega samkvæmt það til í að flaggunum. Ég held að við höfum verið með svolítið hamlandi löggjöf sem kemur í veg fyrir það að fólk flaggi. Nýkominn frá Bandaríkjunum og maður var þar í einu smábæ Northfield, 22.000 íbúar og það náttúrulega bara bandaríski fáninn við allar opinbera byggingar og ég þætti ekkit óeðlilegt ef það væri slíkt hérna á Íslandi þá myndi sjá eins og þar bandaríski fáninn við skólabyggingar, af hverju ekki íslenski fáninn við skólabyggingar hér á Íslandi og allavega að nýta sér þetta yfir sumartíman þegar hægt að reyna að hafa þessar flestar opinbera stofnanir með íslenska fánum. Það nú fánaumræða varðandi fána til stuðnings samkynhneigðum eða fólki með ólíka kynhneigðir sem maður kann ekki að telja. Það hefur verið mikið rætt þetta en að skólastarfsins miðflokkurinn að mörgu leyti bara útilokaður sem einhver mannhatursflokkur vegna þess að menn hafa viljað stemma stigu við þessu inn í skólakerfinu.
Já, sko, mér hefur einmitt þótt bara leitt hvað við höfum komist einhvern veginn skammt með þessa umræðu og þetta hefur miðflokkurinn svolítið tekið höggið sko að fara í þetta þegar þetta hefur ekki verið normatíft. Svo eru aðrir flokkar sem kannski stökkva á vagninn síðar þegar það er ekki jafn pólitískt kostnaðarsamt. En sko það sem maður hefur einhvern veginn, mér hefur þótt áberandi er að það er eins og við séum ekki að tala svona á sama tungumáli þegar við erum að ræða þessi mál vegna þess að afstaða okkar til fánans, hver sem hún kann að vera, er ekki afstaða okkar til fólksins. Þú veist, ég vil að fólk fái að vera eins og það er, ég styð samkynhneigt fólk og ég vil að fólk sé frjálst í allri sinni kynu upplifun. Mér finnst sko athyglisvert ég ræddi við konu sem tók móti barnabörnin sínum í Bandaríkjunum og þau sáu regnbogafánan og þau héldu að þetta væri íslenski fáninn, íslenski þjóðfáninn vegna þess að þetta er fáninn sem þau hafa séð bara víða og þetta konu sem sagði mér þetta Má samt alveg nefna sko bara pólitíkin í þessu að þetta gerir miðflokkur íslenska fánan að meira pólitíska deilumáli með því að segja að við þurfum að taka niður þennan fána til að sitja upp þennan. Þú veist, þú segir að aðri flokkar stökkva á vagnin henni í kjölfarið en ég held að til dæmis þessu sjálfstæðisflokkurinn sem kemur fram með þetta, hann er bara að tala um að flagga íslenska fánanum. Ég held að mér finnst það óþarfi að tengja þessa tvo hluti saman. Fólk má hafa sína skoðanir á því hvort að þessi hinsegin fáni, hvort hann megi að vera flaggað þarna við opinberar byggingar og hvort það eigi að vera á kjörstöðum og eitthvað svona. Ég skil ekki alveg af hverju þarf að tengja þetta við íslenska fánan. Ég er alveg sammála þessu og ég held bara að tómarúmi sem skapaðist þegar við erum með of ströng fánalög, þá erum við bara með rosalega marga fánastangir sem að standa auðar. Það er bara tómarúm þar og ég skil alveg að vilja sýna þessa samstöðu en ég held að við eigum að fara varlega í að sko kyngera börn. Ég vil að við séum með öruggt rými og vonandi geta börn leita til foreldra sinna. Ég tel að við séum almennt það fordómalaust samfélag. Við viljum flest heldur draga úr fordómum en að því að þú nefndir stjórnarbyggingarnar í Bandaríkjunum. Við höfum séð það í miklu mæli að opinberar byggingar hafa verið að flagga þessum fánum en ekki íslenska fánan. Já, algjörlega. Punkturinn er þarna, ég held að þessi miðflokkurinn, og ég held að hann sé að benda á eitthvað vandamál sem hann tekur eftir þarna. Ég held að hann hafi hins vegar gert íslenska fánan óþarflega að pólitísku máli með því að segja við þurfum að draga þennanur. Þú hefði getað tekið þarna, við eigum ekki að vera að flagga hinsegin fánunum þarna, það er annað mál. En síðan tekur við næsta mál sem við eigum að vera að flagga íslensku fánunum. Það eru nú við flestar þessar byggingar fleiri en einn fánastöng, sko. Já, þú veist, en ég held bara við eigum að einbeita okkur á því að íslenski fáninn er sammenningartákn á Íslandi og ég get viðurkennt að ég var ekkert alltaf þar. Þú veist, einhvern veginn íslenski fáninn hafði aðra merkingu fyrir mér áður fyrir og bara nær því sem að Magastína lýsir. Þannig ég ætla ekki að þykjast vera yfir þetta hafin. Það er, sko, við höfum einhvern veginn skapað mjög einfalda mynd svona varðandi bara þjóðurnis stolt eða þjóðurnis kennd og okkur líður eins og það sé eitthvað annarlegt en við höfum bara ýmislegt til að vera stolt af hér á Íslandi og við megum bara vera mjög stolt af íslenska fánanum og ég held við þurfum meiri einingu heldur en þú veist hópaskiptingu að við sem að draga fólk í dilka eftir einhvern sérstökum einkennum sem aðgreina okkur. Fallegu fáni sannlega og táknrænt. Stóru tíðindin og pólitíkin þessa vikuna eru með brotthvarf Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur frá Alþingi. Menn töldu bara hún var að koma fullu afli inn í pólitíkin eftir áslefi. Ég vil ræða við hana hér á eftir sjálfa. Hvernig lesið þið í þessa ákvörðun hennar? Ég meina að þetta er auðvitað eins og þrjumur heiðskýr og lofti. Það er eins og þú segir, það eru bara allir fjölmiðlar að fjalla það og hún sé að koma aftur inn á þingið. Ég held að Sigurður Örn Hilmarsson varaþingmaðurinn hennar flyttur ykkur að kveðjuræði þarna og heldur að hann sé bara að pakka saman og kíkja aftur í lögfræðina en hann er kallaður þarna strax aftur á þingið og þetta er algjörlega óviðbúið. Það er bara verður að segjast eins og er. Hún með fund sem hún boðar þarna til þess að taka móti fólki og hún kemur heim og ég held að flestir hafi svona lesið í það. Hún bara væri hérna að koma aftur og ætla að láta til sín taka eins og hún hefur gert núna síðustu 10 árin í íslensku stjórnmálum. Þannig að þetta var mjög óvænt og eflaust eru allir, það skiptir ekki máli við hvernig maður talar, það er allir að velta því fyrir sér hver hennar næstu skref verða. En mér finnst þetta, ég held að þetta sé svolítið úthugsað hjá henni, ég held að þetta sé klókt, eins og hún sjálf hefur sagt, hún útilokar ekki endur komið í stjórnmálun aftur og mér þykir mjög líklegt að við munum sjá Áslaugu Örnu aftur á þinginu einhvern tímann í framtíðinni. Og það gleymist oft í þessu þegar sko, fólk hefur verið lengi í stjórnmálum hvað hún er ótrúlega ung, hún er 35 ára, hún er á suðsaldri og getur vel á næstu 20 árum hvenær sem komið aftur í stjórnmálin og engin vafa á því að þetta er búin að vera svona
hvað var að segja, kannski einn áhrifamesti stjórnmálamaðurinn á Íslandi síðustu 10 árin. Áslaug Arna farin, Þórdís Kolbrún líka, 2 öflugir málsvarar frelsisins og sjálfstæðarflokksins á þingi, 2 konur líka, 2 fílæti kallar sem að koma inn í staðinn. Vilhjálmur reyndar rétti það hlutfall aðeins að þegar hann fyrir út af þingi og inn í bæjarstjórastólinn á Reykjanesi og Ingveldur kemur inn í hans stað. Þetta einhver tíðindi út frá svona kynjapólitík? Nei, ég held ekki. Þetta eru flottar konur sem eiga framtíðina fyrir sér og verða bara öflugar í öllu sem þær taka sér fyrir hendur og ég meina, sko, þingstörf eiga ekkert að vera eitthvað ævistarf held ég. Ég held sem ég holdt að sé endurnýjun og fólk bara öðlast þarna verðmæta reynslu, þeim hefur verið sýnt mjög mikið traust. Þær geta gert hvað sem er og ég held að muni bara ganga mjög vel. En að gera þetta einhverju kynjamáli út af því að ég held ekki. Það var kannski vinsælla þegar hún kom inn í stjórnmálinn, þá var kannski meiri umræðum kynjaskiptingu þingmanna og svona, manni finnst þess og það hafi líka svolítið dregið úr þannig umræðu síðustu árin. Við erum með 3 forystumenn ríkisstjórnarinnar sem að augljóslega eru allar konur. Já, og bara flesti forystumenn þjóðarinnar eru konur en það sem áhugavert annað við þetta með Áslaugu þetta og hvað hún heldur þessu svakalega þétt að sér. Maður hefur heyrt ýmsa hluti bara að fólk í þinginu hafi ekki vitað af þessu fyrir hún flytur ræðuna, jafnvel þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Þannig að þetta kemur svona öllum mjög óvart þegar þessu kemur. Ég ræði betur við hann á eftir. Það eitt mál sem hefur verið dálítið undir radar hér á landi en hefur sprottið upp, bæði í Bandaríkjunum en auðvitað í Bretlandi, heimalandinu. Það þetta skelfingamál frá því í fyrra þegar að Henry Nowak, 18 ára drengur, var myrtur á hrottalegan hátt og í stað þess að njóta aðstoðar lögreglu eins og maður óskar að fólk geri sem að verður fyrir árás að þessu tagi, þá hann handjárnaður og hann deyr drottni sínum í höndum yfirvalda. Af hverju erum við ekki að veita þessu máli mikla eftirtekt og við annar staðar? Vegna þess að það er óþægilegt og þetta samrýmist ekki þeirri narratífu sem við vorum búin að fella okkur við svona kynþætti. Þetta er svolítið afhjúpandi. Ég held að þetta sé fyrir sér afleiðing í samfélögum sem að hafa þráhyggju fyrir kynþætti og það mun gerast í báðar áttir að það verði ofbeldi og að kerfin okkar mun ekki geta sýnt jafnræði í málum. Það sem er sláandi við þetta er að lögreglan tekur ásökunum rasisma sem kemur þarna upp, þú veist, að hann ákveðin hafa verið árásarmaðurinn í þessu, tekur þessu meira alvarlega heldur en því þegar hann segist að það hafi verið stunginn, þau trúðu honum ekki. Bróðir árásarmannsins hringir lögregluna ekki neðarlínuna og segir við orðið hér fyrir hatursárás vegna trúarbragða eða kynþátt okkar, en lögreglan má sjá það, maður sér þá búkmyndavélunum að þessari uppákomu að maðurinn augljóslega helsærður. Ég held að þessi svolítið umræða sem hefur komið í kjölfarið einmitt hvað veldur því að viðbrögð lögregluna, þú mætir á vettvang, það er annars vegar maður sem segist að hafa orðið fyrir einhverju rasísku orðbragði og hins vegar maður sem að liggur á jörðinni kveðst ekki geta andað og segist að hafa verið stunginn af hinum. Annar sem manna var handtekinn og það var maður sem lá á jörðinni og dó síðan dó hjá lögreglunni og meðan að hinn, af því sem maður hefur lesið, var ekki handtekinn, bara færður upp á lögreglustöð og handtekinn síðar, Það er mjög skrítið hvernig þú mætir á vettvang og þetta eru 2 frásagnir og þú handtekur manni sem liggur á jörðinni og það er auðvitað, þetta hefur vakið tiltölulega litla athygli í íslenskum fjölmiðlum. Tók sinn tíma fyrir stjórnmálamenn í Bretlandi að bregðast við þessu þó að hægri stjórnmálamennir hafi gert það fljótt. Keir Starmer brást við þessu fyrir fáeinum dögum. Viðbrögð meiri segja í Bretlandi, ef við tökum dæmi frá því fyrir 6 árum þegar George Floyd var drepinn af lögreglunni þar, að þá var það bara mál sem vakti heimsathygli. Það voru stjórnmálamenn í verkamannaflokknum í Bretlandi sem að krúttu niður á hné og tóku þátt í að vekja athygli á því hróttalega máli. Þeir hins vegar hafa ekki sýnt jafn mikinn áhuga í þessu máli. Ekki íþróttarhreyfingin sem öll fór á hnén og lögreglumenn jafnvel frammi fyrir mótmælendum og öðru slíku. Og þó að þetta séu kannski ólík mál á tillitinu til, þarna er hans vegar lögreglan sem á beina þátt, en reyndar lögreglan kemur mjög skringilega fram í þessu máli líka. Það er svona auðvitað eitthvað líkindi með þessu. Ég meina það er báðir menn segast einmitt ekki geta andað og svona og það er held ég það sem að fólk er að taka eftir eru að það er annars vegar hvernig lögreglan tekur á virðist þessu máli, en síðan líka bara viðbrögð stjórnmálamanna og fjölmiðlamanna í kjölfari þegar að hvítur maður er drepinn. Það virðist ekki
vekja mikla athygli. Við erum að varast nefnilega hugmyndafræði. Hugmyndafræði getur orðið bara raunveruleikanum yfirsterkari. Hún bara ræði því hvernig skynjun okkar á raunveruleikanum og það er dæmigert þarna í þessu. Líka bara að varast það við sem að flytja inn bandarískt kynþáttastríð eða þú veist það er svona kynþáttapólitík, ágreining, það er sem gerðist þarna í Breitlandi. Þeir fóru að innleiða í kjölfar George Floyd, alls konar hugmyndir inn í lögregluna í Breitlandi og það hefur áhrif á skynjun lögreglunar í þessu máli þannig má beintengja þetta, myndi ég segja. En eftirleikurinn verður ekki síst áhugaverður, ég meina það bara allir sem hafa fylgst með bresku stjórnmálum undanfarin ár sjá að það bull síður í bresku stjórnmálum og bara í almenningi í landinu út af útlendingamálum almennt. Við erum mikill hiti, við sjáum auðvitað bara flug umbótaflokksins reform hjá Nigel Farage. Við sjáum íhaldsflokkurinn aðeins að ná vopnum sínum aftur, verkamannaflokkurinn algjörlega í tætlum, verkamannaflokkur sem auðvitað er núna í ríkisstjórn með 60% þingsæta og þetta mál maður sér að fólk strax byrja að fara út á götu að mótmæla í kjölfar þessa máls og þetta er svona áhugavert bara, það er mjög áhugavert bara að fylgjast með hvernig Bretland mun þróast næstu árin. Þegar maður sér það að það verður vafalaust í næstu þingkosningum gífurleg breyting þarna. Það eru miklar áskoranir og þær reynda birtast víðar. Ég var helgina í París þar sem að allt ætlaði koll að keyra í kjölfar fótboltaleik sem að fór fram í Búlgaríu og það var augljóst að það eru félagslegar breytingar sem hafa orðið í París sem að leiða þessi átöku, þessa erfiðleika yfir þessa fögru borg. Færum aðeins talið að hlutabréfamarkaðnum og kannski tveimur málu þar. Mönnum brá mjög í brún fyrir örfáum dögum síðan þegar tilkynning barst það reyndar helgina að Oculus, þetta merka fyrirtæki, sprotafyrirtæki sem nýsköpunarfyrirtæki sem að þróa lyf gegn alvarlegum augsjúkdómum. Það hrynur í verði í kjölfar tilkynninga að ákveðnar rannsóknir hafi ekki gengið eftir. Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi tekur mikla dýfu og sama tíma erum við að horfa upp á þjóðarflugfélagið, eitt mikilvægasta fyrirtæki landsins, held ég að sé óumdeilt, best í bökkum vegna alvarlegrar kjaradeilu. Erum við að keyra inn í einhvers konar fjármálakreppu í landinu? Þú er ekkert að fullyrða það. Það er auðvitað bara búið að vera áhugavert almennt að fylgjast með íslenskum miðlum síðustu dag og sjá hvað er mikið uppsögnum alls staðar. Tekist ekki þessum tveimur fyrirtækjum en manni líður allavega hvað orðnotaði ríkisstjórnin yfir, var þetta ekki verðlækkunarsumar eða eitthvað sem var framundan eða eitthvað. Manni líður eins og að slárið sem eru notuð þar sé ekki alveg tengu við raunveruleikann. Oculus-málið er auðvitað svona nokkuð ávart, maður fylgist bara með öðru augunum með því en það er bara margt áhugavert held ég fyrir þá sem hafa áhuga á viðskiptafréttum að það er hugsanlegur leki þarna áður en að tilkynnt opinberlega um þetta þannig að menn byrja að selja áður en að tilkynningin kemur út og það er nú verið að rannsaka það og verður áhugavert. Það er líka alveg áhugavert að sjá að það eru 2 hlutabréfasjóðir hérna á Íslandssjóðum sem að voru með 15-20% hlut í Oculus eða af safninu sínu var í Oculus sem að er ekki alveg í takti við það hversu stórt Oculus var í úrvalsvísitölunni þannig að áhugavert að sjá hvort það eru eitthvað afleiðingar þar hjá Íslandssjóðum að menn hafi tekið þessa áhættu í raun og veru þannig að það verður gaman að fylgjast með því í kjölfarið. Já, þetta er bara mjög alvarlegt mál ef að rétt reynist að einhver svona innherjasvik þarna en já eins og þú segir það er líka bara við verðum að varast að setja öll eggin okkar í eina körfu og það eru bara blikur á lofti. Ég held að fólk sé ekkert rosalega bjartsýnt fyrir horfum í efnahagslífinu og að við séum núna að taka þessa ESB-umræðu í þessu landslægi, þú veist, stjórnvöld sem ætla ekki að beita sér fyrir virkri hagstjórn á meðan hlutirnir að fara í skrúfuna. Þú veist, þetta finnst mér allt saman mjög alvarlegt og auðvitað verða afleiðingar af þessu fyrir lífeyrissjóðana og við erum í erfiðum málum með þjóð sem að eldast og fæðingatíðinni sem stendur ekki undir sér, þannig að það má ekki mikið út að bræða. En Icelandair, þið verið lýsa mikilvægasta fyrirtæki landsins. Marinór Tryggvason var mjög áhugaður viðtali hérna hjá mér í síðustu viku þar sem hann var að fara yfir það hvernig starfsemi Icelandair hríslast eiginlega alla starfsemi í landinu meira og minna. Hann vil meina að þetta sé stærra efnahagsmál heldur en umræðan Evrópusambandið að ríkisstjórnin ætti að vera með augun á þeim bolta. Ríkisstjórnin segir við okkur að þau vilja ekki tjá sig þetta, sé ekki að skipta sig að þessu en er ekki víst að þetta sé á máli fjármálaráðherra, á borði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og atvinnuvegaráðherra með einu öðru móti? Ætti að vera það, já.
Já, af því sem að lesa mitt þá segjast þú svona bara vera að fylgjast með þessu. Þetta eru bara margt áhugavert því að við vitum ekki nákvæmlega hver deilan akkurat þessu. Þeir eru svona hálfgerðu fjölmiðlabanni. Þetta eru þetta ekki kannski, maður hefur heyrt ýmislegt, maður hefur heyrt að þetta sé ekki endilega laun starfsmannana, heldur kannski meira vinnustundir og álag og aukavaktir og síðan blandast yfir í umræðu með Icelandair hvort þeir geti fengið að ráða til sín erlend vinnuafl og erlendar áhafnir sem að þetta félag íslenskra flugmanna eða hvað á móti sko. Þannig að það verður mjög gaman að fylgjast með hvert það fer en þetta svona í ofan á þessa kjaradeilu kemur auðvitað þessi umræða ETS-kerfið og maður sér að Sigmundur Davíð og fleiri að vekja athygli á því. Ég menna þetta gífurlega þungur baggi sem koma á Icelandair. 4 milljarðar á ári. Já, það er mikilvægt að að Icelandair geti búið starfsfólki sínu góð kjör og eðlilegan hvíldartíma. Þetta er náttúrulega mikið ábyrgðarhlutverk að vera að fljúga með flugvél fulla af fólki. En það er erfiðara fyrir framleiðin og það er ekki mikið svigrúm fyrir svona fyrirtæki eins og Icelandair og fyrirsjáanleikin er ekki nægur og það er bara gríðarlega mikil skattlagning. Og við verðum að fara að skoða það betur. Þannig að ETS en líka bara hvernig við erum að skattleggja fyrirtæki hér á landi. Það er ábyrgðarhlutur ríkisins. Það vonandi að nái góðri lendingu í þessu og þessi mál skýrist. Þetta sömuleiðis að Oculus gangi vel, ekki bara hluthafanna vegna, heldur vegna fólk sem að berjast við augsjúkdóma. Þetta er fyrirtæki sem hefur mjög göfugt markmið með sinni starfsemi. Við ætlum að fella þetta tal, ég ætla að fara að vinda mér í samtalið Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, Létís Maren og Hermann Ökvi. Takk fyrir kærlega fyrir að fara yfir fréttir vikunum með mér. Kærar þakkir, sömuleiðis. Hér eftir örskamma stund, Áslaugu Arna. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Við þökkum þeim Hermann Ökvi og Létísi Marinni fyrir yfirferð á fréttum vikunar. Eins og þar kom fram þá ein af stóru fréttum vikunar sú að Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir hefur hvatt Alþingi. Hún er hingað komin, ég ætla að ræða við hana þá ákvörðun en ekki síður hvað býður handan við hornið. Bless og sæl. Hæ. Gott að sjá þig og velkomin til landsins. Takk fyrir, ég er bara nýkomin. Já, þú ert nýlent og það er eins og þrumur heiðskir í lofti. Það byggust allir við því að þú verður að koma aftur inn í þingið. Það er í febrúari fyrra, þá stefnir að því að verða næsti formaður öflugasta og næst elsta stjórnmálaflokks landsins. Núna ertu að hverfa þingið, þau skipast fljótt veðurinn í loftinu. Já, og lífið tekur oft óvænta stefnur, en ég hef alltaf verið þannig þenkjandi að þær stefnur sem lífið tekur að nýta þetta fulls. Og ég sé ekki eftir að hafa boðið mig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins. Ég gerði það heilum hug að vilja leiða Sjálfstæðisflokkinn til þess að hafa jákvæð áhrif á íslenskt samfélag sem ég tel best borgið ef Sjálfstæðisflokkurinn leiði skútuna. En svo gera hlutir og ég ákveði að fara erlendis í nám. Ég hefur alltaf langað að bæta við mig meiri þekkingu og ég sé ekki eftir því að stúdera á þessum tímum líka í heiminum var mjög dýrmætt og svo kem ég heim og þá er þetta niðurstaðan mín. Þú hefur verið spurð að því eftir að niðurstaðan fyrir hvort að það liggi fyrir hvað þú ætlar að fara að gera. Þetta er auðvitað mjög stór ákvörðun, verandi kjörinn fulltrúi, þú er búin að sitja lengi á þingi, setið í 2 ríkisstjórnum. Þetta er ákvörðun sem að hlýtur að vera tekin í samhengi við auðvitað menntun að tíman þarna úti en líka að framtíðina. Já, að sjálfsögðu. Þetta er stór ákvörðun og ég tók hana og það var erfitt að komast að þessari niðurstöðu af því að það var kannski eins og fólk upplifir og kannski ástæði þess að þetta kemur fólki mjög óvart. Það er ekki sérstök ástæði fyrir mig að hætta í pólitík á þessum tímapunkti.
En eins og ég nefndi í vikunni að þá talaði ég líka fyrir því að ég fór mjög ung á þing og ef við viljum fá yngra fólk inn í stjórnmálin líka þá þetta eðli málsins samkvæmt eru þau ofta að koma beint úr námi og koma með mikilvæga þekkingu og sýn frá nýrri kynslóð inn í stjórnmálin. En það unga fólk verður líka að geta haft að tækifæri að fara síðan út úr stjórnmálunum og gera eitthvað annað. Og ég búin að vera núna í mjög skemmtilegu og gefandi námi sem hefur haft mikil áhrif á mig. Ekki bara kom ég heim með mjög skýra og sterka sýn en þá sterkari sýn fyrir Íslands samfélag og hvert við að stefna. En maður hefur líka sett reynslu sína af stjórnmálunum í alþjóðlegt samhengi og kynst og bætt við sig ýmissi þekkingu. Ég síðan auðvitað þegar ég á einhverjum samtölum næstu skrefa þá fann ég bara að áttaviti minn, ég var ekki tilbúin að ræða ný störf fyrir en ég væri búin að ákveða með sjálfur mér hvort ég ætlaði að halda áfram á þingi bursi frá næstu skrefum. Af því að fyrir mér eftir þennan tíma búin að vera í ríkisstjórnum og fá ábyrgðar hlutverk í íslensku samfélagi, vilja leiða sjálfstæðisflokkinn að þá það ekki eitthvað eitt starf sem færi mig til að hætta því. Ég hætti ekki að hafa þess ástríðu fyrir hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins eða samfélaginu. En ég tek þessa ákvörðun af því að mér langar og hefur alltaf langað líka að láta til mín taka á öðrum vettvangi. Hefur fengið önnur starfstilboð? Já, ég hef fengið starfstilboð en ekkert sem ég hef tekið eða ákveðið að fara út í. Af því að þessi tilfinning kom kannski að ég ekki alveg viss hvar kraftar mínir nýtast best og hvað gerir mig kannski mest spennta fyrir næstu skref. Og mér fannst hreinlegast að fyrst að hugur minn þar að koma heim og segja beint af mér þingmennsku þó að kannski söguskýringin og margir sem kannski vilja lífið sér þægilegra hefðu beðið með þangað til að þeir hefðu ákveðið sig hvað tæki við næst. Einhver hefur líka spurt að það blasa við þegar þú tapar formannskjörinu mánamótum febrúar og mars í fyrra að þá hefur átt að láta staða numið. Einnig þegar þú ákvæmst að fara í námið. Þú orðið fyrir gagnrýni, menn eru að fabúlera starfskjör og annað í þeim dúr. Hverju svarar í því tilliti? Hefði ekki verið hreinlegra að draga bara línu í sandinn við annarkvort þessara tilefna? Nei, ég fekk mikinn stuðning á landsfundi. Ég gekk út af fundinum næstum helming stuðnings landsfundagesta og fund sem var öflugur og flottur fundur. Mér leið vel í pólitíkinni eftir landsfund líka. En mig hafði alltaf langað að bæta við mig námi og þarna kom kannski ákveðið tækifæri að gefa Guðrún líka ákveðið rými og að láta draum minn rætast að sækja mér meiri menntun. Ég hafði ekki hug þá að stíga út úr pólitíkina sinni og hugum mér var bara alls ekki þar og það þess vegna líka sem ég fer upp í pontu í vikunni og kveð Alþingi almennilega af því að hugum minn stóð ekki til þess þegar ég tók mér leyfið. Varðandi starfskjörin og annað að þá fabúlerað mest þær greiðslur sem ég fekk í sumarfríinu síðast eins og aðrir þjóðkjörnir þingmenn hvað sem þingmenn gera þjóðkjörnir í sumarfríinu sínu hvort sem þeir það nú allur gangur á því að þá eigum við rétt á okkar greiðslum í sumarfríinu og ég eftir 9 ára starfsetu gat ekki afsala mér þeim til varaþingmanns sem hafði setið inn í einhverja daga. En svo var ég í launalausu leyfi á meðan náminu stóð. Nú hefur utanríkisráðherra losað sig við pólitískan andstæðing með því að skipa fyrrum varaformann Sjálfstæðisflokksins sendiherra sennilega í Bretlandi. Það hefur ekkert komið til greina að fara sömu leið að láta valdhafana létta sér verkið inn í þinginu með því að koma þeim fyrir í einhverju fínu djópi erlendis. Ég myndi nú ekki útskýra ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar með þessum hætti. Það er ég sem gerir það. Já, en ég hef ekki áhuga á að stíga skrefið út úr stjórnmálunum í einhverja alþjóðastofnun. Það er ekki þar sem hugur minn liggur. Ég að stíga þetta skref til að fá nýja reynslu á einhverjum nýjum vettvangi
þar sem ég trúi að ég geti haft jákvæð áhrif áfram, látið til mín taka og nýtt þá reynslu og dýrmætu reynslu sem ég hef bæði úr menntun minni en ekki síst úr þinginu og hafa setið í ríkisstjórnum á alls konar tímum á mínum aldri. Og nú ég er bara 35 ára gömul, búin að sitja á þingi í 10 ár. Og eðli málsins samkvæmt held ég og það er hollt fyrir fólk að fara út úr stjórnmálunum á tímapunkti þar sem þú ert kannski ekki að röklast út úr þeim heldur. Þú ferð í nám sem ef ég skilji þetta, MPA-nám sem lítur að svona stofnana stjórnun og eru slíku, svona meira opinbert tengt heldur en til dæmis MBA-námið sem lítur að viðskiptum. Kemur til greina, eða ertu opin fyrir því að fara eða hasla völl í viðskiptalífinu eða verður þetta meira eða nærðu örugglega þá á hennum opinbera vettvangi? Já, námið heitir vissulega MPA en þetta er alþjóðlegt leiðtoganám og það voru 35 einstaklingar sem komast inn í þetta nám með 10 ára starfsreynslu og það var alveg tvískipt bæði úr sem sagt einkageiranum og hinum opinbera. Og þetta nám er kannski smá blanda af MPA og MBA eins og fólk þekkir það af því að það er verið að mennta stjórnendur sem geta tekið að sér og verið með nægilega hæfni til að takast á við erfiðar áskoranir og svona stefnumótandi stjórnun og það á því bæði við í viðskiptalífinu og opinbera geira og sumir eru að fara að starfa þarna svona mitt á milli að leiða saman það sem stjórnvöld þurfa að vinna betur og náið með þeim tæknibreytingum til dæmis sem eru að verða í heiminum bæði varðandi öryggis- og varnarmál en líka gagnvart samkeppnishæfni og fleira og svo er fólk hérna úr bara fjármálageiranum sem er að fara og að því að allir geirar í dag svona út af þeirri heimsmynd sem við sjáum eru að horfa meira til þess að það er dýrmæt þekking að hafa vitneskju og reynslu úr stjórnmálum og skilning á að leiða stefnumótandi breytingar og geta leitt alvöru umbreytingar og haft kannski svona dýpri skilning á heimshagkerfinu sem slíku. Þú myndaðir talsvert alþjóðleg tengsl þarna líka heimstætti kennarar sem að koma að þessu námi. Er það eitthvað sem þú telur að muni nýtast þér og íslensku samfélagi á komandi árum? Já, ég nýtti árið mjög vel í tengslamyndun af því að ég hef kynnst því og séð hversu mikilvægt það er fyrir litla þjóð að eiga öflug tengsl og góða bandamenn allan heim. Og ég held að það var myndað tengsl bæði við kennara, við öfluga nemendur sem þarna eru, en líka bara í Bandaríkjunum svona til hliðar við námið. Sótti ýmsar ráðstefnur, fékk tækifæri til að halda erindi og að sækja umræðu vettvanga til dæmis framtíð NATO, öryggis- og varnarmál út frá Arctic svæðinu og svo framvegis, en líka gagnvart þeim breytingum sem ég leiddi í nýsköpunarráðuneytinu á kerfinu af því að það er mikil umræða í Bandaríkjunum að lýðræðislönd þurfa að ná meiri árangri og hraðar geta hreyft sér hraðar til þess að standa samkeppni við einræðisríki og ég hef sérstaklega verið að fókusera meðal annars í náminu á samkeppni Bandaríkjanna og Kína varðandi tækniumbreytingar og ég held að þessi tengsl munu til lengri tíma ekki bara hjálpa mér að skilja heiminn heldur geta nýst mér hvort sem ég sný tilbaki í pólitíkinni í daginn eða í þeim störfum sem ég tek að mér núna næst. Nú hefur öll reynslumesta forysta Sjálfstæðisflokksins horfið að vettvangi á 1,5 ári. Bjarni Benediktsson og síðan þú og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þú segist ekki vera hætt að blanda þér í opinbera umræðu. Hvernig líst þér á stöðu Sjálfstæðisflokksins og stöðuna í þinginu, pólitíkinni eins og hún blasir við? Þú ert búin að horfa á þetta allir fjarlægt síðustu mánuðina. Já, ég var ótrúlega ánægð að sjá niðurstöðu sveitarstjórnarkosninganna. Ég held að fólk hafi kannski ekki séð þetta fyrir 1 ári síðan, búist í þessari niðurstöðu frá Sjálfstæðisflokknum og því ótrúlega ánægjulegt að sjá hvað við uppskárum mikið þar. Og ég held að það sé skýrt
byggt á þeirri hugmyndafræði sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og hversu kannski nátengt sveitarstjórnarmálin eru fólki í landinu af því að þetta eru mál sem snertir daglegt líf fólks, hvernig sveitarstjórnum stjórnað og þar sem sjálfstæðismenn hafa stýrt, þar einfaldlega betri grunnþjónusta, betri forgangsröðun og betur farið með almannafé. Og það því skýrt að fólk var að kalla eftir því hér í Reykjavík meðal annars. Ég held því, og það kannski á þessum tímapunkti finnst mér Sjálfstæðisflokkurinn vera með gríðarlegt tækifæri til að nýta þá stemningu sem myndaðist en ekki síst af því að ég tel að ríkisstjórnin sé á rangri braut í langflestu. Og þegar ég horfi á Ísland utanfrá þá maður auðvitað reglulega myndur hversu lítil við erum en maður finnur samt að við getum verið mjög stórhuga og að þrátt fyrir smæð okkar að þá höfum við náð ótrúlegum árangri á ýmsum sviðum og getum bæði miðlað því og nýtt það til þess að hafa meiri áhrif en við þurfum líka kannski að gæta okkar aðeins og vera raunsæ sem mér þykir við ekki alltaf vera gagnvart því hvernig heimurinn að þróast. Hvað áttu við með því? Fyrst og fremst kannski snýr það að öryggis- og varnarmálum. Við höfum ekki fjárfest nægilega mikið í eigin vörnum og við þurfum að sýna fram á það hvernig við ætlum að gera það til lengri tíma. Og við höfum kannski verið með full einfalda nálgun gagnvart öryggis- og varnarmálum. En þetta snýr líka samkeppnishæfni og svona það spretthlaup sem í gangi milli þjóða og stórvelda, umræðan svona fullveldi þjóða og aðfangakeðjur og þau tækifæri sem eru fyrir þær þjóðir sem ætla að halda rétt á spilunum. Og það væri synd ef Ísland myndi ekki forgangsraða tíma sínum næstu misseri til þess að undirbúa svona land sem svona ríkt af auðlindum og tækifærum til þess að takast á við þær umbreytingar sem verða óhjákvæmilega á næstu árum. Og mér sýnist forgangsröðun stjórnvalda vera engan veginn í þessa átt. Heldur misheppnuð stjórnun efnahagsmála sem leiðir að því að þau afsaka það með eða nota lélega stjórn, sína lélegu stjórnun efnahagsmála til þess að reyna að sannfæra fólk að það geti fengið fallegan pakka frá Evrópusambandinu. En þú segir að Ísland geti beitt sér og haft rödd og hafi tækifæri. Er það ekki best gert með því að koma sér að þessu marg umtalaða borði og hafa áhrif á lagasetningunni í Evrópusambandinu sem að hefur verið dælt yfir okkur hér alveg frá því að við tókum upp EES-samninginn 1994? Ég held að við séum í gríðarlega sterkri stöðu í EES-samningnum og núna snýst þetta líka svolítið hvernig við ætlum að verja tíma okkar næstu misseri. Það krefst einfaldlega gríðarlegra vinnu að ætla að semja við Evrópusambandið og það að sitja við það borð í sambandi sem myndi ég segja líka á smá krossgötum af því að það eftir að Draghi skýrslan kemur, samskipti þjóða hafa breyst í NATO, við erum með fleiri lönd vissulega líka í NATO, það stríð í Evrópu, við erum að sjá meiri áskorunir gagnvart samkeppnina við Kína og hún bara mun herðast. Þannig að ég held að forgangsröðun okkar sem við erum smá, við erum ekki mörg, hún skiptir bara verulegu máli og eiginlega bursi frá því hvort að fólki langar að gangi inn í Evrópusambandið eða ekki. Ég myndi segja bara tímapunkturinn líka algjörlega fáránlegur af því að sambandið ekki búið að bregðast við skýrslu og þeirri gagnrýni sem kemur gagnvart bæði þunguregluverki, orkuöryggi, samkeppnishæfni gagnvart nýsköpun og gervigreind og það bæði umræða að einfalda og reyna að mæta þessum áskorunum og það eru einhver skrefstigin en ekki stór, svo eru aðrir sem vilja þróa Evrópusambandið í allt aðra átt með miklu meiri samhæfingu á enn fleiri sviðum
Ég held að við ættum að fókusera á góð samskipti við lönd, bæði Evrópu, sem skiptir miklu máli, en líka Bretland, Kanada og Bandaríkin og eiga öflug samskipti við öll þessi lönd á meðan við undirbúum þær breytingar sem við þurfum að gera hjá okkur gagnvart hvort sem það tækni og öryggis- og varnarmál sem líka fer saman. Þó að Ríkisútvarpið ætla að skila auðu umræðunum Evrópusambandið fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst, verður þú virkuð þáttakandi í þeirri umræðu, gerur ráð fyrir því? Ég mun taka þátt í þeirri umræðu einhverju leyti. Ég hef einfallega of miklar skoðanir á því hvert Íslands samfélag að þróast og hvernig því mun takast best til að auka hér lífsgæði til lengri tíma. Ég á aftur á móti eftir að ákveða hvert leið mín liggur næst og þar vakna þá stóra spurningar hvort að ég sé að fara áfram beita minni pólitísku rödd í nýju starfi eða hvort ég sé að fara að nýta mína rödd og orku fyrir ákveðið verkefni. En það mun tíminn leiða í ljós. Það kemur í ljós og ef að þú verður ekki múlbundin vegna annar verkefna, þá mun ég alveg örugglega hnippa í því hér í sumar í þessa umræðu vegna þess að við ætlum að standa hér vaktina hvern einasta föstudag fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það frábært og gríðarlega mikilvægt. Takk þér Áslaug Arna fyrir að líta við hjá okkur á þessum tímapunkti á þínum starfsferli. Takk fyrir. Við ætlum hins vegar að halda hinni stjórnmálegu umræðu áfram hér næstu mínúturnar. Þær eru komnar hingað til mín í hús Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar. Við ætlum að ræða Evrópumálin. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fyrir þetta samtal og óskum henni velfarnaðar á nýju vettvangi, hver sem hann verður. Hingað eru hins vegar komnar öflugar konur sem að vita hver þeirra vettvangur í dag. Það er Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og fulltrúi flokksins í utanríkismálanefnd þingsins. Svo er það Lilja Alfreðsdóttir, fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi alþingismaður en núverandi formaður Framsóknarflokksins. Velkomnar, báðar tvær. Það ræða stjórnmálavettvanginn, auðvitað ekki síst þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan sem er spennandi, en byrjum kannski á nýjasta þjóðarpúlsi Gallups. Þið farið enn með himinskautum þrátt fyrir að það hafi gefið á bátinn í ýmsu tilliti í stjórnarsamstarfinu og stjórnarheimilinu. Já, þetta eru bara skilaboð það að þjóðin fylgjast með. Sveitarstjórnarkosningar voru þetta líflegar og leiddu af sér svona athygli á öðrum málum sem skipta fólkið í landinu miklu máli. Ég finnst þetta hins vegar bara ágætis þróun og heldur okkur við efnið. Þið eru í samstarfi með tveimur flokkum. Flokkur fólksins virðist bara vera hver á þetta hveli. Þeir eru engan sveitarstjórnarfulltrúa, þeir eru að mælast núna utan þings. Viðreisn virðist heldur ekki að ná vopnum sínum með það byrjum 10%. Hafið þið ekki áhyggjur af því að þetta geti valdið svona núningi í samstarfinu? Nei, ég held að ef flokkur fólksins hefði látið skoðanakannanir stýra sér í sínum störfum gegnum árin þá hefðu þeir nú ekki náð þeim árangri sem þeir þó náðu í síðustu kosningum. Þeir fái yfirleitt talsvert meira upp úr krafsinu þar, en já, auðvitað var leitt fyrir þau að missa sinn fulltrúa í borginni en þau eru bara með puttan á púlsinum í landsmálunum. En hefur eitthvað skiluru eða hefur skýringar á því af hverju þessar flokkar dala í fylgi og meðan Samfylkingin eykur fylgi? Er það með málflokkar sem eru umdeildar eða hafa þau haldið verð á sínum málum? Ég myndi nú ekki segja það. Ég held að sá kjósendahópur sem flokkur fólksins tala til bara ekki við 12 á daginn og svara svona könnunum. Við sjáum það sem erum með útrengingum fyrir kosningar að fólki sem ekki mikið að gefa sig að þjóðmálaumræðinni, þau eru oftar en ekki bara mjög líkleg til þess að gefa flokki fólksins sitt atkvæði og fylgjast vel með og ég held að það sé ekki hægt að taka mikið mark á svona könnunum allavega í landsmálunum, hvað þau varðar.
Lilja, þú tekið við formennsku í Framsókn og Sigurði Inga fyrir nokkru síðan. Það gaf aðeins að bátinn hjá okkur sumstaðir í sveitarstjórnarkosningunum, annar staðar vinniði glæsta sigri eins og Höfn í Hornafirði, svo ég nefni dæmi Ísafirði. Til að mælast núna með 6,7%. Hvað ætlar að gera til að hífa flokkinu upp? Já, þetta sem sagt, við erum auðvitað mjög sátt og ég er auðvitað mjög stolt af mínu fólki á sveitarstjórnarstiginu. Við erum næst stærsta stjórnmálaaflið með 55 fulltrúa, Samfylkingin með 39 og ég held að Viðreisn sé með 9 eða eitthvað slíkt. Þannig að það sýnir sig að grasrót Framsóknarflokksins, hún bara sprelllifandi og mjög góður árangur víða. Ekkert kal í túnum? Nei, ekki þannig og ég setti það sem svona megi markmið þegar ég var nýbúin að taka við að við færum að miklu afli inn í þessar sveitarstjórnarkosningar og það tókst og næsta skrefið þetta að endurnýja það góða erindi sem þessi samvinnuflokkur á í hugum landsmanna og við erum að fara að halda upp á 110 ára afmæli okkar 16. desember og þú getur nú ímyndað þar sem við erum svona frekar létt og kátt að það verður mikil stemming í aðdraganda þess. Þannig að ég er bjartsýn og við sjáum það að kannanir eru aðeins byrjaðar. Þetta aðeins verið að lyftast og bara erindi okkar líka mjög skýrt. Við erum flokkur sem viljum halda í klárt fullveldi þjóðarinnar. Við viljum ekki að stór hluti ákvarðana séu teknar í Brussel og öðru slíku. Nú er þetta sjóstarta. En ég er svona aðeins að tala ég veit aðeins að tala erindið sko, en erindið mjög skýrt. Áður en við förum inn í þessi mál, þá tekið eftir því þegar menn rýna gögnin úr þjóðarpúlsi Gallups að það koma sveitarstjórnarkosningar 16. maí og frá 17. maí þegar haldið áfram að spurja þá verða talsverðar sviptingar á fylgi flokkana og meðal annars kemur í ljós að eftir kosningarnar 16. þá Sjálfstæðisflokkurinn að mæla stærri heldur en Samfylkingin. Er að verða einhver vatnaskil í ljósi þeirra úrslita sem að urðu í mörgum af stærstu sveitarfélögum landsins? Já, ég ætla nú að draga svona takmarkar ályktanir af einni mælingu á milli svona einna dagsendingar sem eiga einhvern veginn að vera stóri stökkpallurinn í eitthvað sem gæti haldið áfram fyrir Sjálfstæðisflokkinn sérstaklega. Sjálfstæðisflokkurinn rak bara mjög glæsilega baráttu sérstaklega í borginni og ég held að það sé ekkert ástæða til annars en að hrósa þeim bara fyrir hana. Hins vegar þá vitum við bara hvert erindið fyrst að Lilja tala nú skýrt erindi, það skýrt erindi þessara ríkisstjórnar og samfylkingarinnar sem þar heldur verkstjórnina að við erum alveg keiki í því hvað við ætlum að skila fyrir þjóðina og þetta langtíma verkefni og það sagði enginn að þetta auðvelt en almenningur ber mikið traust til okkar. Við finnum það. Það var skall hurnari hælum í þinginu varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að fer fram 29. ágúst, það ákveðið. En staðan í þinginu var hún dálítið þröng, menn voru farnir að óttast sérstaklega að Miðflokkurinn myndi halda upp í málþófi og komi í veg fyrir að það var hægt að afgreiða þetta mál út úr þinginu fyrir lok 29. maí sem að var og lögum samkvæmt síðasti dagunum sem að þið hefðu þolað að bíða ef að dagsetningin í ágúst átt að halda. Hvernig voru þessu síðustu dagir í þinginu? Voru þið farin að ókyrrast undir þessu? Já, ég meina, við vorum auðvitað bjartsýnir það að við getum bara haldið þessari umræðu bara samkvæmt samkomulagi sem var gert, sem síðan kom í ljós að fulltrúar Miðflokksins kannuðust ekki við hafa gert. Það er önnur saga. Þetta leysist farsællega, snerist aðgang að gögnum sem stóðu til boða fyrir fulltrúa utanríkismálanefndar allrar að skoða, sem var það ákveðna hagsmuni Íslands sem ekki að borð berandi kannski fyrir almenning, en það var fundin bara ágætslaust. Öllum þingmönnum bauðst að kynna sér þessi gögn og það var svona loku skoti fyrir þar svona staðhæfingar að þarna var að ræða eitthvað skonar gögn sem ekki þyldu sjón þingmanna það hér var fara fram einhverjar umræður í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara því fjarri sannir sko. En þetta leystist og við erum þetta bara mjög spennt fyrir því að fara inn í umræður í sumar. Þetta eru gögn sem að þó þola ekki dagsljósið? Nei, það væri bara afleitt ef viðsemjendur okkar annars staðar í álfunni. Ég tala bara hér til dæmis Færeyinga, þetta er varðandi sjávarútvegssamninga sem við erum bara við það að gera.
Þetta eru bara ósköp eðlilega gögn sem ekki er að borða berandi fyrir almenning og við vorum bara mjög ánægð með það að þetta skildi leysast með þessum hætti. Eins og það finnst mér rétt að koma það í framfæri að við utanríkismálanefnd auðvitað fengum öll rétt að kynna okkur þessi gögn og gerðum það, allavega í meirihlutanum. En einhverju hluta vegna þá kynntu fulltrúar minnihlutans sér ekki gögnin og ég hef aldrei fengið eitthvað svona samfærandi svör við því hvers vegna það var ekki gert. En hér má ég kannski aðeins koma inn í þetta vegna þess að hér voru kannski stórmerkileg tíðindi að eiga sér stað. Það sem Dagbjört segir að hér voru gögn varðar viðsemjendur okkar. Erum við farin að semja við Evrópusambandið? Ég er að tala Færeyinga. Já, en sko, ég bara, þú veist, gætur þú skýrt þetta eins út? Hvað eigum við við? Vegna þess að ef við horfum aðeins á það sem er að gerast, ef við má, við sjáum bara röð funda sem utanríkisráðherra hefur átt. Þetta var ekki þau gögn. Nei, já, en ég bara, röð. Venjulega hafa íslenski ráðherrar ekki svona mikið aðgengi að háttsettum einstaklingum í Evrópusambandinu. Nema að það séu einhver svona stór pólitísk tíðindi eða eitthvað sé farið á stað. Og þannig að ég kannski bara varðandi þessa viðsemjendur, hvað er átt við? Er það þá Færeyingar eða er það Evrópusambandi eða, þú veist, ég bara, er það svo að þetta ferli er komið lengra en þjóðin átt að segja á? Vilja, bara svona fyrst varðandi aðgengi að háttsettum erlendum embættismönnum. Ég veit nú ekki betur en að forsætisráðherra þinnar ríkisstjórnar og Katrín Jakobsdóttir hafi bara verið í reglulegum samtölum við erlenda þjóðarleiðtoga þó að það hafi ekki verið sérstakt erindi hennar að ræða hugsanlega aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu, þá er það bara hlutverk og skylda íslenskra þjóðarleiðtoga að vera í góðu samskiptum við Evrópu og fulltrúa þar og það mun halda áfram hvort sem af aðildarumsókninu verður eða ekki. Varðandi hins vegar efni þessara gagna, þá hefur það mjög skýrt komið fram í vinnu utanríkismálanefndar og líka í þingsal í óundirbúnum fyrirspurnum að þetta varðaði ekki gögn sem vörðuðu þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, heldur bara verkefni sem hófust í tíð fyrir ríkisstjórnar. En eins og ég segi, þessi gögn bara ekki koma fyrir almenning. Nú erum við með þjóðaratkvæðagreiðslu. Já. Og við höfum lagt ríka áherslu á það í Framsókn að þetta skýra samtal við þjóðina, að öll gögn séu sett á borðið. Þetta voru hvað gert. Ef maður kannski aðeins klára. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir lýðræðinu og ein af ástæðum þess að ég vil ekki að við göngum inn í Evrópusambandi er að ég tel að lýðræði hreinlega minnki. Það er að segja eignarhalds almennings á stefnumótun að það minnki vegna þess að æðsta vald í mörgum málaflokkum eru hjá framkvæmdastjórum Evrópusambandsins sem eru ekki lýðræðislega kjörnir beint á fólkinu í Evrópu. Og ég tel þessi mikill ágalli á Evrópusambandinu og ég tel að þetta sé eina ástæðum þess að Evrópusambandið er að dragast aftur úr varðandi hagvöxt, samkeppnishæfni, kerfisumbætur og fleira. Og þá vitna ég bara í Draghi-skýrsluna, Letta og fleira. Ég held að eina ástæðunum fyrir því að það gengur vel á Íslandi er að það er mjög skýrt pólitískt eignarhald alltaf á þeim stefnum og straumum sem eru í gangi, hvort sem það er á alþingi eða á sveitarstjórnarstiginu. Því meira sem við framseljum af valdi til ókjörna fulltrúa, þá held ég að bitni á árangri af því að það er ekki skýrt eignarhald á stefnunni. Og ástæða svo bara koma aftur á því sem ég byrjaði á, er að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stórmerkilegar. Og við vitum það til að mynda eins og í Noregi, það var kosið tvisvar aðildina og hún klauf alveg þjóðina í tvær svona fylkingar. Og ég held til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan heppnist vel. Þá sé svo mikilvægt að við höfum aðgengi að þessu að því að nú er ég allt í einu farin að spyrja Dagbjörtu þú sagðir viðsemjendur. Og þetta er ekki gögn, þetta er gögn sem varða fyrri ríkisstjórn og annað slíkt. Þess að ég segi bara alltaf í svona. Við eigum bara að hafa opið og gagnsætt allt sem við erum að gera í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel að það eigi að koma meira af gögnum á borði svo við áttum okkur á þessu og auðvitað er það alveg rétt að sjálfsögðu var fyrir ríkisstjórn í góðu sambandi við Evrópusambandið og sjálfsögðu ræktaði fyrrverandi forsætisráðherra og við öll tengslin við Evrópusambandið. En ég held að þú ber saman bæði fundatíðni þáverandi utanríkisráðherra og núverandi utanríkisráðherra.
þá held ég að það sé svona, ég er nú ekki búin að skoða alveg sko í smáatriði, en þá held ég að sé nú svolítið munur nákvæmlega út af því að þetta er helsta stefnumál og sumir segja eina stefnumál Viðreisnar, það að ganga inn í Evrópusambandi og það eru auðvitað að eiga sér stað alveg gríðarlegar vendingar í íslenskum stjórnmálum með þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og sama hvað hérna, við erum að tala um Flokk fólksins. Flokkur fólksins er fyrsta fórnarlamb þessara kosninga og það þarf enginn að segja mér annað. Það eru kjósendur Flokks fólksins eru upp til hópa á móti því að ganga í Evrópusambandið og ég tel að mikið af þeim atkvæðum sem hafa verið hjá þeim eru að fara á aðra flokka út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En er það ekki það fólk sem getur bara mætt á kjörstað 29. ágúst og sagt bara nei? Nei, þú sér það bara það sem gerist. Þetta setur auðvitað mikið þrýsting á allt ríkisstjórnarsamstarf þegar einn flokkur er að mælast utan þings. Það reynir auðvitað á, af því að það vilja auðvitað allir standa sig vel. Við höfum alveg lent í því stundum að mælast mjög hátt og svo ekki hátt og auðvitað ég ætla ekki að gera lítið úr því að það reynir auðvitað á. Það er pólitískur barnaskapur að halda því fram að þetta hafi engin áhrif. Það er burt. Mér finnst gott og góðu punktur hjá Lilju að tala um pólitískt eignarhald og ég get bara ekki tekið meira undir mikilvægt þess að við eigum það. Að því sögðu, þá vil ég kannski byrja að segja að þessi gögn sem lágu fyrir nefndinni sem fulltrúi Framsóknarflokksins í utanríkismálanefnd valdi að kynna sér ekki og hann hefði þó kannski getað staðfest þetta sem ég er að segja við þig að þessi gögn varða ekki að nokkur leyti þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að þær viðræður sem eru ekki hafnar, ef ég má klára, þessi gögn og þessi viðræður sem ekki eru hafnar eru ekki í þessum gögnum. Varðandi hins vegar pólitískt eignarhald á því hvernig samfélag við ætlum að byggja hérna upp og þessar ákvarðanir og stefnumótanir sem við viljum hafa eitthvað innlegg í. Ég vil bara minnast á þá staðreynd að við erum öflugur þátttakandi í Evrópska efnahagssvæðinu og við viljum það og það er engin pólitískur ágreiningur um mikilvægi þess, sem er bara okkar lífsins lukka í allar þessar umræði. Að það er ekki neitt búið að láta á sig kræla að neinu svona stóru leyti að einhverjur efasemdir um það að við ættum kannski bara hreinlega að ganga þarna út. Hins vegar, þá er það bara þannig að þegar við komum í EES hérna fyrir 30 árum síðan að þá var samningur um Evrópska efnahagssvæðið ekki sáinn saman í dag. Hann er orðinn víðtækari, hann er orðinn faglegri. Hér streyma inn reglur og lög sem okkur bera innleiða íslenskan rétt sem við höfum enga aðkomu að. En getum við ekki haft áhrif á það? Við getum gert það með sérstaklega einum hætti sem er þá í gegnum ókjörna embættismenn, fyrst þú myndist á það, sem eru þá fulltrúar íslenskara ráðuneyta í Brussel. Þetta er með allt öðrum hætti til dæmis sem Norðmenn gera sem eru með mjög öflugt lið fólks úr alls konar geirum, frá verkalýðshreyfingunni, frá samtökum ýmissa hagsmunaaðila. En þetta er hins vegar ekki. Ég meina, ég get ekki svarað því, það er mjög lítil stjórnsýsla, en væri ekki til bóta, og nú spyr ég bara hvað sem fólki hins vegar líður þau samningsmarkmið sem við getum kannski líka farið aðeins yfir, sem eru sett fram að hálfu okkar meirihlutans í utanríkismálanefnd. Hvers vegna getum við ekki rætt með mjög svona ærlegum hætti þann skort af íslenskri aðkomu sem er í dag engin og erfitt að laga með öðrum hætti en að pólitískir fulltrúar Íslands á vettvangi Evrópusambandsins hafi beina aðkomaði frá frumstigi. Ýmist á fyrsta lagi á vettvangi Evrópuþingsins, svo líka í framkvæmdastjórninni þar sem Ísland myndi svo sannarlega sem fulltrúa í Evrópuráðinu. Það er ekki rétt að við höfum engin áhrif á þetta. Við erum með embættismenn sem sinna mjög mikilvæga starfi og ég er því síðasta manneskjan til þess að gera lítið úr því. En það er hins vegar þannig að þeir eru aðgengi að fundum þar sem er svona búið að leggja upp ákveðna stefnumótun, ég er alveg að klára það, sem er búið að leggja upp ákveðna stefnumótun, en við sem erum í pólitíkinni vitum það. Við vitum það að inn á þessum fundum er yfirleitt búið að taka ákvörðunina, við erum þetta til áheyrnar, við fáum ekki að greiða atkvæði um þessar reglur og við vitum það að pólitíkin, það er hún sem talar saman um hlutina og ákveður hvernig hægt er að taka sérstaklega tillit til íslenskra hagsmuna. Það er enginn sem stendur vörð Ísland annar en Ísland. Ég langar kannski aðeins að koma, ég ætla ekki að dvelja of lengi við það, en aðeins að þessu herbergi, þegar við settum upp eitthvað leyniherbergi sem tengist
þjóðaratkvæðagreiðslunni en Dagbjört að segja, þetta varðar ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta varðar ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég átta mig ekki alveg á þessu, mér finnst þetta mjög sérkennilegt af því að þetta var sett upp sérstaklega út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta herbergið er fullt af gögnum sem varða ekkert, Nei, sko, til þess að útskýra vegna þess að þú sittur ekki utanríkismálanefnd og kannski áttar ekki á því að ástæða fyrir því að þessi gögn voru lögð fram samhliða öðrum opinberum gögnum var svo að minnihlutinn lagði fram seint síðar endar beiðni öll gögn varðandi samskipti við Evrópusambandsins mörg ára eftir í tíman. Þá voru þau gögn sem öll tekin saman, þau voru send á utanríkismálanefnd og síðan voru svona ákveðin atriði sem ekki þoldu almenningsauga til þess að svara spurningunni. Öll gögn sem vörðu utanríkisviðskipti og samskipti utanríkisráðuneytis sem verður svona ákveðna hagsmuni sem voru ekki borberandi fyrir almenning voru sett í svarta möppu sem var svona cirka svona stór og fulltrúi Framsóknarflokksins valda að kynna sér þau ekki. Vegna þess að hann getur ekki rætt þetta, það er bundinn trúnaður og hann ákvað bara að virða það. En ég spyr bara, er ekki bara eðlilegt að öll gögn sem varða málið sem að fara í dóm þjóðarinnar að þau séu birt. En mér langar aðeins að fara inn á þetta að Dagbjört fer kannski ekki alveg rétt með að við erum með EES-nefndina sem utanríkisráðherra á sæti í og ég sat nú þessa fundi sjálf sem utanríkisráðherra. Þannig að það er ekki rétt að pólitískt kjörnir fulltrúar hafi engin áhrif á EES-samningin. Hvernig virkar það? Sú nefnd Ráðherrann sem að satt fundina útskýra það. Já, það er að sjálfsögðu bara mjög vel undirbúið og þú undirbýrði sem ráðherra þau gögn og þau atriði sem eru rætt og það er pólitískt eignarhald í gegnum EES-samningin og þar eigum við sæti við borðið. Útskýrðu fyrir áhorfendum hvað EES-nefndin gerir? Já, EES-nefndin, til dæmis þegar verið að undirbúa löggjöf og annað slíkt, þá kemur EES-nefndin saman og hvort hún komi saman 2 ári, ég man það ekki alveg, og við förum yfir þau álita mál og hvernig afgreiðslan á þessu er. Og það er auðvitað bara mjög mikilvægur vettvangur fyrir pólitísk kjörna fulltrúa og fulltrúa almennings á Íslandi að sitja í. Og mér langar kannski bara líka aðeins að koma inn á bara þessa stöðu sem við erum í. Það er auðvitað þannig að við vitum að hið pólitíska eignarhald á stefnu í stóru málaflokkum, það dvínar. Af hverju til að mynda var kaflinn landbúnað og sjávarútveg ekki opnaður á sínu tíma. Það er vegna þess að það eru ákveðin skilyrði sem það eru að uppfylla áður en að kaflanir eru opnaðir. Og það þegar Evrópusambandssinnar er að bera saman annars vegar EES og umræðan EES á sínu tíma og svo Evrópusambandið eins og þetta sé nákvæmlega sami hluturinn. Þetta er ekki nákvæmlega sami hluturinn meðal annars út af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og landbúnaðinum og það er alveg ljóst að íslensku landbúnaður hann mun eiga mjög erfitt uppdráttar ef við förum inn í Evrópusambandið og fæðuöryggi sem við höfum lagt gríðarlegan metnað í að það mun eiga erfitt uppdráttar. Þegar við tölum við alla sérfræðinga á þessu vettvangi, þá er það nákvæmlega þetta sem þau segja. Og ég spyr bara, af hverju voru þessi kaflar ekki opnaðir? Hvað er búið að breytast? Og líka annað sem ég finnst alveg stórmerkilegt. Það er sagt að samningsstaða okkar, að hún sé miklu betri í dag en þá. En enginn er tilbúin til þess að segja okkur nákvæmlega, veitu, hvað er þetta allt breytt? Og mér langar líka að nefna eitt í þessu, alltaf þegar það verið að tala breytta heimsmynd. Og það er notað sem svona... Býðum aðeins með þann punkt að þetta eru mörg atriði hérna. Mér langar Dagbjört til þess að ég sé að þú hristir hausinu við mörg af því sem Lilja segir. En þú nefndir áðan að það væri engin pólitísk aðkoma að löggjöfinni og stefnumörkun Evrópusambandsins. Er þessi EES-nefnd, er hún þá bara eitthvað prum? Sko, ég myndi nú ekki segja það. Hins vegar er það hluti auðvitað af samningnum Evrópska efnahagssvæðið sem greinir það frá Evrópusambands aðild að aðkoman er eftir á. Á þessum ágætu fundum þá þetta fær bara fagráðherra kynningu á þeim málum sem varða hans svið sérstaklega. En svona input og aðkoma og hagsmunagæsla fyrir íslenska hagsmuni, þar er tímapunkturinn bara orðin of seint. Það er hins vegar, ég efast
og á þess að ætla að fullyrða það, ég efast að þú getur nefnt mér einhver dæmi þar sem þú hreinlega fékkst einhverju reglugerð eða tilskipun bara hreinlega breytt út frá íslenskum hagsmunum. Við sjáum það bara í ETS-kerfinu og fleiri. Við erum með hermanna. Ég ætla aðeins að fara aðeins svona í þetta. Ég þarf aðeins að fá útskýringar af þessu. Við erum með hermanna með diplomatapassa í Brussel. Myndur ekki segja en þetta er gott heimi. Við höfum verið með talsverðan fjölda fólks í allskyns störfum til þess að sinna hagsmunagæslu fyrir okkur hönd. Þetta eru fulltrúar ólíkra ráðuneyta. Þessir starfsmenn, eða þessir embættismenn eru embættismenn ráðherrana hér heima. Þegar Evrópusambandið eru undirbúið einhvers konar löggjöf sem varðar málefni sem að munu koma í gegnum EES-samninginn. Hvað er þetta fólk að gera? Mikið og gott starf. Þau vakta hins vegar, bara löggjöfina, ég verði eins og svara þessu, vegna þess að þau vakta þetta bara það sem er í gangi. Það sem er að teiknast upp, þeir pólitísku hagsmunir sem eru undir, það eru þetta umræðan á Evrópuþinginu bundin við bara svona mismunandi stjórnmálaöfl sem meta sína, innanlandshagsmuni út frá líka bara svona stóri pólitísku myndinni. Ísland er ekki hluti af því samtali. Þeir vakta þetta, segjum sér svo að það sé ykkur málefni sem varða málefni hafsins eða stöðu eyríkja, hvað það er. Þá hlýtur viðkomandi embættismaður að skrifa skýrslu eða taka símtali heim og segja, það verður að láta ráðherrann vita hér að það er verið að fara að innleiða hér reglugerð sem er að fara að áhrif á íslenskt umhverfi. Já, en þannig bara virkar þetta nefnilega ekki, vegna þess að íslenska svarið og íslenska samtalið sem á sér stað á frumstigi mótunar, það kemur bara allt of seint inn í gegnum eftiráskýringar og samræð sem á sér stað á EES-leveli, ef við má sletta. Við þurfum að auka íslenskt fyrirsvar. Íslendingar myndi ekki bara eiga fulltrúa að Evrópuþinginu, við myndum líka eiga fulltrúa í framkvæmdastjórn. Mér finnst mjög líklegt að við fengjum til dæmis að taka bara fyrirsvar í ákveðnum bara hlutum sem var að sjávarútveg. Við eigum reyndar ekki löggjöf Evrópusambandsins alveg skýra þó að það komi menn frá tilteknum þjóðríkjum, þá eru þeir fulltrúar Evrópusambandsins en ekki ríkjana sem slíkra. Já, það er þetta samt íslenskt fyrirsvar, Stefán. Og við myndum hins vegar líka eiga íslenska fyrirsvarið í ráðherraráðinu, sem er líka bara háttsettu vettvangurinn í Evrópusambandinu. Ég hins vegar ætla að segja, það eru bara ótal dæmi þess að sem Ísland bara hreinlega misti boltan, ef svo má segja. Tökum bara þessu dæmi málefni sem varðar íslenska flugsamgöngur, svo ETS. Það er ekki íslenskt fyrirsvar, viðkomandi er ekki valinn og sækir ekki umboð sitt til Íslendinga. Þó að það verði Íslendinga. Í gegnum ráðherraráðinu. Í gegnum ráðherraráðið er Ísland með sína rödd sem eru það fagráðherra á sínu sviði. En ef við fengjum framkvæmdastjóra inn það er annað, Stefán. Það munur að ráðherraráðinu og framkvæmdastjórninni. Já, en í framkvæmdastjórninni þá myndum við ekki vera með fulltrúa sem að væri hinn eiginlegi fulltrúi Íslands. Þetta er bara skýr rödd frá landinu. Það er ástæði fyrir því að sérhvert aðildarríki er með sína rödd þar til þess að vera bara með pólitískt fyrirsvar. Ég ætla hins vegar bara að leggja áherslu á það. Ég verð að leggja áherslu á það að allt tala það að fullveldi Íslands yrði einhvern veginn bara fyrir borðborið með því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég meina, hvernig er staðan í dag? Það er lýðræðisríki. En við skulum gjarna ræða samt málefnin og sjávarútveginn og landbúnaðar sem mig langar að fara þangað. En mig langar að því að Dagbjört sagði, ég efast að þú getur nefnt dæmi það að við höfum haft afgerandi áhrif á eitthvað sem er að gerast hjá varðandi EES-samningjum. Mér langar að nefna eitt gott dæmi. Það var nú þannig á sínu tíma að það voru sett hérna fjármagnshöft til þess að verja bara efnahagskerfið okkar og það sem var að gerast. Og þetta við þurftum að fá undanþágu frá frjálsu fjármagnsflæði sem er auðvitað eina grunnstoðum EES. Það var bara þannig að Seðlabankinn átti í mjög virku samskiptum á sínum tíma sem ég persónulega tók þátt í og þekki mjög vel til þess að gæta íslenskra hagsmuna. Og það sem ég er að segja, Dagbjört, það er vel hægt að gæta íslenskra hagsmuna í gegnum EES-samninginn og það reyndi verulega á að fá þessa undanþágu með góðum rökum, mikilli vinnu, þá tókst það. Og við getum, og þannig ég bara nefni það sem dæma því að það er verið að segja að við séum algjörlega áhrifalaus varðandi EES-samninginn. Og svo er það bara þannig að þeir sem eru Evrópusambandssinnar, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað nýtt og nýtt. Af hverju vættum að fara þarna? Og mér langar aðeins að nefna stöðu heimsmálana. Af því að það er oft talað að það sé meðal annars út á stöðunni á Grænlandi og forseti Bandaríkjanna og annars slíkt. Þá langar mig að spyrja Dagbjörtu, af því að nú eru miklar vendingar eiga sér stað í Þýskalandi. Alternative for Deutschland
farin að mælast með yfir 40% í Saxlandi. Ulrik Sigmund sem þykir vera rísandi stjarna þar og þeir eru farin að mælast upp í 28% í Þýskalandi. Alternative for Deutschland. Í flokku Le Pen, Baladín, sem rísandi stjarna þar líka. Ungur maður. Og Ulrik líka kringum 35 ára. Hvað segja Evrópusambandssinnar þegar slíkir flokkar sem ég efast að sumir séu sáttir við og við vitum til að mynda að eru kannski ekkert langt frá því sem Trump hefur að segja. Hvað ætla Evrópusambandssinnar þá að segja? Ætla þá Evrópusambandssinnar að hætta við af því að þá einhver öfl sem eru ekki þeim þóknanleg? Þess að ég segi sem alltaf best fyrir okkur, við ráðum okkar málum sjálf, við eigum að móta okkar utanríkisstefnu út frá okkar hagsmunum en ekki út frá því hvernig pólitískir vindar blása í Bandaríkjunum eða Evrópu. Við höfum það sterka, lýðræðislega hefð og náð með því þegar við urðum sjálfstætt ríki, það hefur verið mjög skynsamleg utanríkisstefna með mjög sterk tengsl við Bandaríkin, með tvíhliða varnarsamningin. Við erum með okkar mikilvægasta alþjóðasamning sem EES, sem við getum sannarlega haft áhrif á og svo erum við nánast stofnaðilar eða aðilar að öllum alþjóðastofnunum. Og við eigum að líta á veröldina alla séða til að mynda hlutdeild Evrópusambandsins í verslun og viðskiptum eða varðandi landsframleiðslu var búin að fara á mjög skömmum tíma niður 10% og bara hlutdeildin eftir að evran var tekin upp í Evrópu að þá var svona landsframleiðsla Evruríkjanna 90% af því sem í Bandaríkjunum. Vitið hvað hún í dag? 60%. Og það svo mikla kerfisbreytinga framundan hjá Evrópusambandinu, bæði í pólitíkinni og til þess að ná upp samkeppnishæfninni. Og ég segi þá bara af hverju ætlum við að fara inn í klúbb sem það sem algjörlega ófjármagnaðar lífeyrissjóðsskuldbindingar og við verðum að fara yfir mjög víðan völl. Björn, áður en að þú bregst við, þá langar mig til að fá svara því mér finnst þetta mjög forvitnilegu punktur með uppgang hægrisins í Þýskalandi og Frakklandi. Gæti falist í því pólitísk áhætta fyrir okkur að ganga inn í samband sem að myndi á einhverjum tímapunkti lúta forræði og það óumdeilt að Frakkland og Þýskaland stýra Evrópusambandinu að gríðarlega stóru og miklu leyti. Ef að þessi tvö ríki litu ríkisstjórna sem að væru að þessu sauðahúsi. Bara takk fyrir að nefna þetta. Vegna þess að þetta skiptir mér bara gríðarlega miklu máli og hefur bara mikil áhrif á mig. Varðandi það hvað hlutverk Íslandi ætlar að gegna í stórri sameiginlegri fjölskyldu Evrópu það. Ég hef miklar áhyggjur af því að öfgaöfl að ná uppgangi á ákveðnum landsvæðum, sérstaklega í Þýskalandi og það auðvitað eiga allir að fylgjast með því sem að gerast í Frakklandi. Og svona mjög álöfleg ítök sem til dæmis Rússar verið að stega í hægri öflum í Frakklandi. En þetta er bara almenningur í þessum öflum sem er að styðja þessa flokka. Ef ég fæ að svara, ef við ætlum að láta í 1 mínútu eins og það mun ekki koma til með að hafa áhrif á okkur þá við gegnum EES-samninginn og þá stefnumótin sem þar fyrir fram og það löggjöf sem við þurfum að þá einhverjum tímapunkti innleiða, þá erum við bláeygg. Ég vegna þess að þú ert auðvitað sem Íslendingur skuldbundinn til þess að lúta Evrópulöggjöf sem settir þá á hálfu aðilar sem ná þá kjör ekki þá inn á Evrópuþingið hvort sem þeir eru frá einhverjum hópsum miðjuflokki í Þýskalandi eða þá einhverjum sem kallast til fjárhægri afla. Ég segi, þá enn þá meiri ástæða fyrir okkur að rísa upp með okkar gildi og axla ábyrgð í sameiginlegu evrópsku lýðræðisstarfi, taka ábyrgð á því að frjálsverslunir og undanhaldi í heiminum og við ætlum að taka Bandaríkin. Akkur vilja menn fjarlægast Bandaríkin? Akkur eru við á einhverjum tímapunkti vilja að segja við sem að fjarlægast Bandaríkin? Það notað mjög mikið þegar við lítum á umræðuna. Þá virðist Grænlandsmálið. Er það rætt hjá mér? Það ekki ráðandi faktor í þessu. Er það rætt hjá mér að það sé verið að vitna í það, Dagbjört, í greinum við forsetis- og utanríkisráðherra erlendis? Ætlar að segja mér það að Grænlandsmálið í New York Times hafi ekki komið til tals
hjá þínum forsætisráðherra og það hafi ekki haft nein áhrif og það hafi ekki verið teiknað þannig upp. Þannig að það sem Lilja, ég bið bara ég var að reyna að svara þér. Sko. Við búum í þeim heimi sem við búum í. Hér hafa átt sér ýmsar vendingar á alþjóðasviðinu undanförnum árum og mánuðum sérstaklega. Við erum öflugur samstarfsaðili Bandaríkjanna og tökum því hlutverki mjög alvarlega að vera öflugur og áreiðanlegur bandamaður. Við virðum okkar varnarsamning við Bandaríkjunum og við viljum treysta hann og rækta. Við erum stofnaðalir NATO. Við erum sko á engan hátt að reyna að fjarlægjast Bandaríkin. Hvernig dettur í hug að setja þetta svona upp? Að reyna að fjarlægjast Bandaríkin með því að skoða möguleika okkar Þannig að Grænlandsmálið hafði engin áhrif á þetta. Sko, bara Lilja, við skulum ekki bara dreifa málunadreifi. Ég meina við erum að reyna að efla okkur sem Evrópuþjóð með því að vera í Evrópu sambandsaðildar viðræðum, svo það auðvitað undir þjóðinni komið hvort henni hugnast sá samningur sem við erum náttúrulega ekki byrjað að ræða hér hvað tækifæri getur skapað. Þannig að þú kannast ekkert við að Grænlandsmálið hafi komið upp í New York Times eða í neinu? Ég ætla bara að segja, Evrópusambandið er eitt stærsta og besta samvinnufélag í heimi. Hér eru fríverslun á undanhaldi í heiminum og við eigum mjög mikið undir því að reyna að efla okkur sem þátttakanda þar. Þar hefur við mikið fram að færa og já, það er gott að nefna það líka að samningsstöð okkar hafi bara sjaldan eða aldrei verið betri. Við erum fyrsta landi til þess að ganga í aðildarviðræður, það er að segja eiga aðildarviðræður við Evrópusambandið ef þjóðinni hugnast að gera það. Það er þetta alls sjálfsögð undir henni komið sem er bara EFTA-ríki. Það hafa ekki átt sér stað, bara svo ég klári, bara setninguna. Því að það sem gerist ef við segjum já, þá sækjum aðild. Ég meina ef við ætlum að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá erum við umsóknarríki sem slíkt og við erum þannig fyrsta umsóknarríkið sem ætti slíkum aðildarviðræðum. Síðan á Noregur ákvað að segja nei, illu, mögulega, á þess að ég vilji fullra fyrir þá, 1994. En þar gengu að sjálfsögðu Finnar og Svíarinn með bara mjög áhugaverðum árangri þar sem þeir bara hreinlega breyttu landbúnaðarstefnu sambandsins sér í hag með því að búa til sérstakan heimskauta landbúnaðarkafla. Finnsku bændasamtökin, þau segja þetta ekki sko. Já, ég meina, ég hef átt í samnámi, ég er í mjög miklu norrænu samstarfi og það er bara svo sannarlega til fólk sem hefur út á ýmislegt að setja varðandi landbúnaði, bæði í sínu heimaríki og landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Ég hef séð bændur mótmæla ýmsu á torgum Brussel en það myndi enginn vilja ganga út úr Evrópusambandinu. Væri Noregur í betri stöðu með það sem þú segir ef þeir hefðu gengið í 1994? Ég skal alls ekkert fullera það. Noregur og Ísland eru tvö að mörgu leyti ólík ríki. Við erum trausti bandamenn. En Noregur eru bara að hugsa sig í sína hagsmunagæslu og við erum fyrst og fremst auðvitað að hugsa okkur. Ein spurning önnur. Og við erum eina landið sem notabenni og mér langar til að segja þetta varðandi landbúnaði sérstaklega vegna þess að ég veit að Lilja hefur svona ýmsar efasemdir möguleika okkar á þeim vettvangi og þetta skiptir máli. Að við erum eina ríkið sem er að öllu leyti undir evrópsku heimskauta landbúnaðarstefnunni og í því líka mjög mikil tækifæri. Segðu mér eitt, Davíð, þú segir að Evrópusambandið sé eitt besta samvinnufélag í heimi og þetta er hvassbrottur á formann Framsóknarflokksins. Nákvæmlega, eitthvað verður að reyna að ná á mann hérna. Já, ég meina, það tekst ekki. Breið síða. En þessar tölur varðandi þjóðaframleiðsluna sem að Lilja nefnir, sem að þetta eru staðfestar tölur, að þjóðaframleiðsla þessara ríkja hefur dregist mjög aftur úr til dæmis Bandaríkjunum og að samanburðinni enn verri þegar þú skoðar samanburðið hjá mörgum að nýmarkaðsríkjunum. Er það til margs að þetta sé frábært samvinnufélag þegar að þjóðarframleiðsla mann er ekki að ná sama drifkrafti og í Bandaríkjunum? Hver er þjóðarframleiðsla mann hér á Íslandi síðustu 10 ár? Hún er núna í kringum $90,000 ári. Já. Hver er hagvöxtur á mann? Síðustu 10 ár á Íslandi? Já, þetta er... En ég meina, þú veist, nei, til þess að svara þessu. Nú skulum við aðeins ræða Bandaríkin. Já, við fýlum það. En það sem er... Það var eftir að ég spurði þið út í þetta með, finnst þér það til margs að þetta sé frábært samvinnufélag? Sko, við tölum Bandaríkin. Að menn skuli draga svona aftur úr og að Evrópusambandið skuli sjálft viðurkenna það reyndar ákveðnu fulltrúa þeirra að það séu kerfislægi vandamál sem að valdi þessu. Sko, varðandi Bandaríkin, þá vil ég nú bara segja að það er gífurleg misskipting
og það er varhugavert að draga fram við í Evrópu. Sko, við skulum ekki draga fram einhverjar tölur varðandi Kína og Bandaríkin og bera þau saman við Evrópu vegna þess að þessi svona 3 aðilar að mörgu leyti kannski ekki alveg sanngjarn samanburði varðandi það bara hvað heitir bara félagslegur hreyfanleiki, lýðræðissamfélag og svo framvegis. Þjóðarframleiðsla í Bandaríkjunum, já, hún er mikil, en hún nær ekki til allra samfélagana sem búa í Bandaríkjunum. Ekki frekar en í Evrópu. Í Bandaríkjunum ríkir ekki svona sama einhvern veginn virðing fyrir því að það sé ákveðin félagslegur hreyfanleiki og svo framvegis. En ég hef líka eins að draga það fram. Sem er aðalinnríki álfunnar. Þar þjóðarframleiðslan jafn mikil núna og hún var 2019, hún stendur bara í stað. Og það kallar á ef að fólki að minnsta kosti fjölgar og þegar lýðfræðin breytist bara vegna aldursamsetningar, þá þýðir þetta með öðrum orðum að lífsgæðum fer aftur. Já, en Stefán, við verðum auðvitað bara en nú skulum við aðeins hafa augun á því, vegna þess að við viljum vera í EES. Við viljum vera þáttakendur í Evrópska efnahagssvæðinu. Finnst þér þetta besta samvinnufélagið í ljósi þess að lífsgæði í Evrópu að dragast aftur úr með það sem gerist í öðrum samanburðar ríkjum? Ég bara velti fyrir mig hver er hinn valkosturinn fyrir okkur? Að standa einhvern veginn ein, vera einhvern veginn ekki standa einhvern veginn ein í því að vera að reka einhvern veginn sjoppuna Ísland svona í gegnum það að vera einhvern veginn í svona mjög... Ég er ekki að spyrja þig út í aðild Íslands að Evrópusambandinu, ég er að spyrja út í... Jú, þú ert að því, að sjálfsögðu því. Þú ert að lýsa Evrópusambandinu ákveðnum hætti. Ég er að draga upp tölulega staðreyndir það hvernig Evrópusambandinu hefur vegnað. Og mig langar til þess að þú útskýrir fyrir áhorfendum, vegna þess að þetta skiptir miklu máli þegar fólk er að taka ákvörðun afstöðuna til þess hvort að við að fara þarna inn eða ekki. Það til marks það að Evrópusambandið sé frábært samvinnufélag þegar lífsgæði dragast aftur úr í samanburði við ríki eins og Bandaríkin. Og þú segir við megum ekki bera þetta saman, en þetta eru bara tölulegar upplýsingar. Eru samkeppnishæfur vettvangur lýðræðislegra þjóða sem vinna saman í ólíku samfélagi þjóða. Þetta er ekki samkeppnishæft miðað við tölurnar sem að Lilja vitnaði. Jamie Dimon hefur farið Ég er að reyna að svara þér, elsku Stefán. Nú er ég að reyna, það sem ég sagði, lýðræðislegra þjóða sem eiga saman fríverslun, sem eru ólík innbyrðis að mörgu leyti en samanist ákveðin gildi sem við viljum taka þátt í. Og það er undir íslensku þjóðinni komið hvort við viljum samþætta okkur ennþá frekar með því að eiga beina pólitíska aðkomu að ákvörðunartökunni, vera þáttækendur í stefnumótinu út frá íslenskum hagsmunum eða ákveða einhvern veginn að taka eftir á við þeirri löggjöf sem þar verður til. Þetta er önnur umræða. Þetta er alls ekki önnur umræða. Þú lýsir Evrópusambandinu og segir þetta er besta samvinnufélagið. Þú getur nefnt mér alls konar svæði eins og þú getur, ég byrjaði. Þú getur nefnt mér Bandaríkin, þú getur nefnt mér Kína og þú getur nefnt mér alls konar staði. Og ég get nefnt við Sviss líka. Sko, ég held að þetta snýst í lokdags það að við eigum mjög mörg tækifæri að sækja. Og ég er sannfær það að hver sem niðurstaðan verður núna í ágúst, hvort sem þjóðin velur að fara einhvern veginn í þessari aðildarviðræður og gera ítrustu kröfu fyrir Ísland vegna þess að við viljum áfram vera öflugur þátttakandi á Evrópska efnahagssvæðinu. Hvað sem öðru líður, hvort við erum já eða nei, þá viljum við vera ábyrgarna og við viljum vera öflugur þáttakandi í Evrópska efnahagssvæðinu. Og það er það svæði sem við eigum og viljum veðja á. Sem er að dragast aftur úr. Sem er ekki að dragast aftur úr í þeim skilningi að við erum að sjá uppgang mjög. Já, ég meina þú getur tekið með lífsgæði en hvað er lýðræðisstatt í þessu öllu? Ég vil bara fólk sem að þar nýjustu krabbameinslyfin sé ekki að hugsa eitthvað lýðræðislega stöðu kjörna fulltrúa í Brussel sko. Ég er að tala það hvernig við ætlum að bera okkur þetta svæði saman við. Ég held hins vegar við ættum að fókusera aðeins meira á þeim markmið sem við ætlum að sækja fram í. Ja, við erum að bíða eftir því að ríkisstjórnin birti þau markmið. Við höfum gert það í nefndaráliti meirihlutans. Við ætlum að gera það við erum búin að gera það í nefndaráliti meirihlutans. Ekki utanríkisráðherrann. Heyrðu, þú getur sagt þetta aftur en við erum búin að birta samningsmarkmiðin. Gjaldmiðlaskýrslan sem var birt í liðinni viku. Það verið skrifað greinar meðal annars Jón Helgi Eiríksson sem er fyrrum formaður bankaráðs Seðlabankans sem varpar ljósi á það að yfirvöld á Íslandi hafa dregið upp mynd eða skrifað tilkynningar þessa skýrslu sem standast ekki skoðun. Er þetta ekki alvarlegt mál? Mig rækir rogastans þegar ég fór að skoða þetta mál í kjölfar birtinga greinar Jóns. Ég las eitthvað aðeins úr greinunans, ég skil alveg á svona fyrirrandi
forsvarsmaður Seðlabankans hafi kannski eitthvað út á einhverja einstaka parta skýrslunnar að setja, en ég las nú líka skýrsluna og það bara kemur fram bara svona mjög hlutlæg greining á því að það séu sannlega áskoranir við íslensku krónuna, en það líka einhverju ákveðnu kostir, það ekki komist að eiginlega niðurstöðum það hvort sé betra eða verra. En í tilkynningu ráðuneytisins sem að fór sem eldurinsvinnu fyrst í íslensku fjölmiðlum og svo heim allan. Það ekkert að því að íslensk stjórnvöld birti matsett á þessari skýrslu. Það mat þarf augljóslega að vera rétt. Það bara fullkomlega eðlilegt að setja þetta fram, Stefán. Það hægt að gera þetta tortryggilegt, en staðin svo að við búum við miklar áskoranir í örmynd. En verður stjórnarráð Íslands ekki að segja að fólki satt og rétt frá niðurstöðu skýrslunnar? Annars leiðrétta það eins og kom fram í mjög góðri fyrirspurn hjá Hildi Sverrisdóttur þar sem hún bara vitnaði siðareglur og 5. greinina og sagði að ef það koma upp efasemdir að sú nálgun og sér í lagi í aðdraganda kosninga að það sé orki tvíma, þetta sé ekki rétt nálgun, að þá þurfi bara að leiðrétta það og það ekkert mál að gera það. Þegar við skoðum þessa skýrslu sem stórmerkileg vegna þess að hún ber saman Ísland og Norðurlöndin og það í raun og veru ekki sambærilegt að bera saman, eða erfitt að bera saman Ísland og Svíþjóð, Ísland og Danmörk og Ísland og Finnland. Út af því alltaf þú ert að líta á hagkerfi, þá þarftu alltaf að hafa það hugfast hverjar eru útflutningsstoðir af því að þær í raun og veru ákvarða lífskjör í viðkomandi landi. Þær ákvarða líka mögulegar sveiflur í hagkerfinu og svo getur ákveðið hvaða gjaldmiðlastefnu þú ætlar að fylgja. Við hér á Íslandi erum pröfa nánast allt sem ekkert skrítið þar sem við erum 400.000 og alls konar áskoranir sem hafa birst okkur. En það sem þessi skýrsla gerir og að bera saman þessi ólíku ríki sem svona hagfræðilega bara mjög hæpið. Það mjög eðlilegt að bera saman Ísland og Noreg og ég ætla að vera ósammála vinkonu minni Dagbjörtu. Ísland og Noreg við erum mjög lík. Við erum bæði auðlindadrifin hagkerfi og það má segja næsta 80% af tekjum Íslands komi frá auðlindum þjóðarinnar. Og skýrslan segir að krónan sé mun sveiflukenndari en öll hin Norðurlöndin. Þórarinn Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á ráðstefnu, þá bar hann saman Ísland og Noreg og frá 2012 og kemst að þeirri niðurstöðu að það er mjög lítill munur á sveiflum norsku krónunar annars vegar og hins vegar íslensku krónunar. Og hann spyr doktormann nákvæmlega út í þetta en að mínum mati var mjög fátt. Formann hópsins. Og það var frekar fátt svör vegna þess að ég bara hlakka til að sjá þær ábendingar sem hljóta að vera gerðar opinberar sem Seðlabanki Íslands hafði við þessa skýrslu. Og í annar staðs kemur fram í máli Seðlabankans að ef við skoðum til að mynda annars vegar mikinn búhnykk sem ferðaþjónustan og hins vegar svo COVID-ið að þá kemur í ljós að krónan hún aðlaði sig verulega að til að mynda þessu mikla vexti í ferðaþjónustu með því að styrkjast verulega. Og hvað gerist þá? Þá aftrar svolítið vextinum í þessari útflutningsgrein. Að því að landið verður dýrara heima að sækja. Nákvæmlega. Og það sama í COVID-inu að þá tók krónan tillit til þess. Og það hefur enginn, að mínu viti síðustu daga, hrakið þessi rök Seðlabankans. Og það sem ég bara segi líka, það svo mikilvægt. Það þurfum að fara í svona þjóðaratkvæðagreiðslu. Að þú birtir svona skýrslu, það sem sagt að ég held að það sé sagt að kostnaður við krónuna sé líklega meiri en ábatinn. Og þá hugsaði ég í þriðja lagi, mín gagnrýni á þetta þá bjóst ég við að það hefði verið gerð kostnaðar og ábatagreining. Þannig að það hefði verið tekið tillit til raunhagkerfisins við þess að aðlögunin þarf að fara í gegnum hærra atvinnuleysi. Það hefði fjallað svo kallað aukun lögmál sem fjallar það að bara hvað landsframleiðsla dregst mikið saman þegar atvinnuleysi eykst. Og þetta bara svona kjarninn í því að lífskjör á Íslandi eru há að því að við erum að reyna að láta peningastefnuna taka mið að þessu raunhagkerfi sem við erum í og hvað útflutningur
þó hann hafi útflutningsstofnun hafa styrst verulega síðustu 25 árin, líklega einstakt bara í hagsögunni, að þá eru samt sem áður þá erum við viðkvæm fyrir ytri áföllum og líka miklum vexti og flotgengi hefur venjulega verið best við þær aðstöður. Dagbjört. Það skiptir líka máli að horfa til þess að stöðuleiki er einhversverði og stöðuleiki sem fæst og fyrirsjáanleiki sem fæst af örmyntisvæðinu er mjög takmarkaður. En hann var að segja ekki... Við ættum hins vegar að vera mjög fókuserað á það að það er ekkert gallalust að vera að halda úti eigin gjaldmiðli en að komast einhvern veginn að þeirri niðurstöðu að við séum farsæl og þjóðarframleiðsla hér sé mikil vegna íslensku krónunnar sem ég finnst margir einhvern veginn halda fram vegna þess að við erum útflutningsmiðuð þjóð þá verður að taka það í myndina já, það er að vissuleyti svona einhliða verið að halda svona fastgengisstefnu uppi af hálfu Íslands í því formi að hér þurfum við alltaf að eiga mjög mikinn gjaldeyrisforða. En við erum ekki með fastgengisstefnu, við erum með flotgengi. Ég meina það er óbeint, ég get alveg staðið við það er óbeint verið að halda stöðuleika krónur á henni á floti í skjóli mjög hás gjaldeyrisforða. Hvernig er það gert? Sem slær bara næstu því að bara 1000 milljarður. En inngrip Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði eru gríðarlega takmörkuð. Ég meina þið vitið það að það þarf að halda hérna úti næstum því, já ég ætla að segja tæpum 1000 milljörðum í Seðlabankanum. 1000 milljarðar? Já. Það kostar. Ég meina ef við værum til dæmis ekki með... Allar þjóðir halda úti stórum stærsti gjaldeyrisvaraforði í heimi er í Kína og eru þeir nú með eitt stærsta og öflugasta gjaldmiðil í heimi. Við myndum áfram þurfum að koma til með að vera með eitthvað gjaldeyrisforða ef við veldum það að fara inn í evrusvæðið. En þá er þetta alltaf stuðningur frá Evrópska Seðlabankanum. Það sem ég segi stærsta kjaramáli fyrir íslenskan almenning er það að búa fyrir stöðuleika og fyrir sjáanleika. Og þetta er líka spurning um það að vera með hreinlega aðgengi að fjármagni á kjörum sem núna í dag býðst ákveðnum svona forréttindastéttum sem gera upp sitt í evru og fá tekjur í evru og geta óstöðuleika. Ég meina já, ég get staðið við það. Ég meina það er það sem við erum að ræða hér. En býtum við, nú hefur íslenska krónan síðasta áratuginn verið stöðugri gjaldmiðill heldur en evran. Ég er að tala um aðgengi að lánsfé, Stefán. Já, en þú varst að tala um stöðuleika. Já. Ég meina aðgengi að lánsfé. Ég er ekki að tala um gengið, sko. Þú varst að tala um stöðuleika. Já, ég er að tala um gengið. Nei, ég er að tala um sem sagt, við skulum ekki rugla saman hérna vaxtaumhverfi. En þú sagði stöðuleika. Já, en við skulum ekki rugla saman vaxtaumhverfi og síðan einhver svona almennu stöðu Íslands sem gengis gjaldmiðil, sko. Skyldan fjallar um það, sko. Ég meina það er líka fjallar um það í skýrslunni, Lilja, að það er ekki hægt að sjá fyrir þróun á hérna vöxtum og verðbólgum með sama hættu og til dæmis hægt að gera erlendis inn á evrusvæðinu. Við eigum hins vegar bara við búum við það að staðaldri hér sem rekum íslensk heimili að vera sífellt og endalaust að einhvern veginn fylgjast með því hvernig húsnæðislánunum okkar vegnar og við vitum það að það væri bara til mikils unnið fyrir íslensk heimili að geta gert langtíma plön, að vera ekki einhvern veginn undir það sett að stærri og minni áföll hafi bara hrikalega áhrif á heimilisbókhaldi líkt og við gerum núna í örgjaldmiðilsumhverfi. Við erum farsæl og öflug þjóð vegna þess að við búum við félagslegan hreyfileika og við búum við öfluga verkalýðshreyfingu og við eigum auðvitað að sjálfsögðu öflugar útflutningsgreinar sem við ætlum ekki nokkuð tíman að láta líða fyrir það að Ísland færi í aðildarviðræður við Evrópusambandið og síðan hugsanlega yrðum við aðilar að Evrópusambandinu. Við getum eiginlega ekki fara hérna á þess að ræða það að í meirihlutaáliti utanríkismálanefndar eru gerðar gífurlega metnaðarfullar kröfur til þess hvað við myndum ekki fara fram á í aðildarviðræðum við Evrópusambandið ef af þeim yrði. Og það verður ekki hægt að halda því fram með öðrum hætti en að úr því geti leitt frábær íslenskur aðildarsamningur Evrópusambandið. Samningur sem hefur einhvern veginn ekki fengist þátttaka og markmiðas, já, eftir mér, sko, markmiðarsetningin okkar í þessum meirihlutaáliti er slík að ég bara efast að nokkur landsmaður gæti fallist á það að þetta væri bara ekki nógu metnaðarfullt og væri ekki gott fyrir þessu samfélag, hvort sem er landbúnað eða sjávarútvegi. Við erum að gera íslensk fiskveiðistjórnunarsvæði. Það sem er, sko, af hverju, Dagbjört hefur ekki svarað því, af hverju, opnuðust ekki þessi kaflar á sínu tíma, varðandi sjávarútveg og landbúnað og ég ætla að segja, ég ætla að hæla Dr. Össuri Skarphéðinssyni, þetta er með snjallari stjórnmálamönnum sem ég hef þurft að kljást við og þetta var
ég voni móðgenga þegar ég segi þetta, en þetta var sá stjórnmálamaður þegar ég fór inn á þing sem ég hafði mestar áhyggjur af vegna þess að hann var svo fjárisnjáll. Nú veit ég að það er íslenskt sælurhrollur versus Garðar. Já, en ég ætla bara að segja hann Össur veit hvað hann syngur. Össuri tókst, en Össuri tókst ekki að opna þessa kafla. Hér er samflokkskona hans sem segir okkur að við séum svo metnaðarfull og það sé allt svo rosalega breytt. En ég er alltaf að reyna að fá svari við því, hvað er svona breytt? Af hverju telur þú að Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir muni ná einhverjar allt annari og mun betri niðurstöðu en gerðist hjá Össuri? Vegna þess að nú ætlum við að fara inn í þessu sameiningaviðræður í umboði þjóðarinnar, ef það fæst. Ef umboð þjóðarinnar fæst... Þannig að umboð þjóðarinnar breytir alveg Evrópusambandinu? Manst ekki alveg, nú er árið 2026, Lilja. Árið 2009 var samsetning ríkisstjórnarinnar með öðrum hætti. Það var bara ekki til staðar, illu heilli. Þetta skiptir máli. Nei, nú ætla ég að fá að, ég verð bara að koma með staðreyndir. Það sem er nákvæmlega gerast í þessari ríkisstjórn er ekkert ósvipað og gerðist í ríkisstjórninni 2009. Nei, ég nenni ekki að ræða þetta er svo mikið fortíð. Ég er orðið framtíðar. Nú verðum við að horfa á tækifærin. Þú nefndi 2009. Þú nefndi 2009. Nú er árið 2026. Þú ert að tala um Össur. Þú byrjar að tala um eitthvað sem gerðist í langri fortíð. Ég maður að þekka söguna. Já, ég veit það. En veitu það, núna verðum við að horfa til framtíðar út og læra af henni og gera betur. En ég verð bara að fara inn í samningsmarkmiðin og svara fyrir því. Lilja, þú verður eiginlega að svara fyrir því. Ef við næðum þessum markmiðum sem þarna eru sannlega sett fram, er þið ekki af því góði samningur sem getur gagnast þessu þjóð? Það sem ég held að verða að koma hérna fram, að það sem er erfitt hjá þessari ríkisstjórn, að því nú ætlum við að tala um núið og svo framtíðina, er að það er eitt flokkur sem er algjörlega á móti því að ganga inn í Evrópusambandið. Og það var það nákvæmlega sama og var hjá síðustu ríkisstjórn. Gallinn við þetta sem þið eruð að bralla, og ég ætla að segja bralla, er að það er ekki lýðræðislegt umboð á Alþingi fyrir því að ganga inn í Evrópusambandi og þess vegna til að mynda er flokkur fólksins í mikilli vörn vegna þess að kjósendur þeirra hafi ekki trú á þessari vegferð og það mun flokkur fólksins en margsins búin að segja að þau vilja lúta vilja íslensku þjóðarinnar og við verðum að taka bókstöðun eftir það. Flokkur fólksins virðist reynda að vera að gera það með því að vera að hverfa. En það er mál. Nú erum við... Það er enginn hérna tilbúin til þess að segja að nei, veistu það, við náðum þessu markmið myndi samt ekki vilja í gangi í Evrópusambandi vegna þess að við vitum það að þetta eru fjárgóð markmið. Við erum að fara að hnarjast og gera ítrustu kröfu fyrir sem samfélag og það er sannarlega unga fólksins á þessu landi og almennings á Íslandi að skoða þetta með opnum hugar og við sækjumst eftir því að fá þetta unga fólki hafa meira þetta að segja þetta en gamla fólki. Við erum bara öll að bretta á í þessu góða lýðræðislega þjóðfélagi okkar. Þetta verður ógeðslega skemmtilegt sumar. Ég hlakka svo til og ég ætla að vettvangur til þessar umræðu. Þið eruð ekki búin að segja eitthvað síðasta á vettvangi spursmála fram til 29. ágúst. Þetta verður frábær sumar. Verstað ríkissjónvarpið skuli segja pass varðandi sína helstu þætti. Það gerum við ekki hér á Morgunblaðinu. Lilja Dögg Alfreðsdóttir og Dagbjört Hákonardóttir, þakka ykkur fyrir afskaplega hressandi samtal. Takk sömuleiðis. Við verðum að slá botnin í þetta að þessu sinni, enda erum við komin langt inn á síðdegis hér á föstudegi og við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Ég minna á bókaklúbb Spursmála. Við höfum nú birt samtal mitt við Gunnar T. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, bók hans landhelgisdeiluna eins og hún stóð árið 1961 til 71. Nú hins vegar komin í sölu hjá pennanum bókin What I Talk About When I Talk About Running eftir Murakami. Ég hvet ykkur til þess að reima okkur skóna, fara út að hlaupa og lesa þessa bók og taka þátt í bókaklúbbi Spursmála.